eiginlega bara þegar þú baðst mig að gera þetta þá hugsaði bara myndir sem að koma óvart sem ég tengi við þig líka og spænska myndir, ég held að það sé bara tilviljun líka að það séu spænska myndir sem við ætlum að tala núna Já. Að það er eiga alla sameiginlegt að ég vissi ekki neitt þessar myndir áður en þú íttir á play, þú sýndir mér allar þessar myndir nema kannski eina sem baðst mér samt að horfa á Já, einmitt af því að þú ert movie nerd já, stoltur að já, og margar myndir sem ég horfa á bendið þú mér á að horfa á og allar þessar myndir hefur þú beðið mig að horfa á eða sýnt mér að þess ég vissi neitt og það kom mér allar ógeðslega óvart bara, ég vissi ekkert hvert það voru að fara og hvað var að fara að gerast næst en ég var ógeðslega ánægð með útkomuna þó að það sé ekkert bara einhver masterpiece það er bara svona, ég elska úthugsaða vel gerðar myndir sem að er ekki flóknar og allar þessar myndir sem að ég hugsaði strax eru svona myndir sem að læti mig hugsa vá hvað þetta er einfalt þú veist bara gott handrit, vel tekið þokkalega leikið þá er ég sáttur, já, mér finnst einhvern veginn svo allir spánverið að kunna leika Mér finnst það líka oft með svona evrópska myndir það er einhvern veginn stundum, það er kannski að þegar maður skilur ekki þess að segja Er það ekki líka bara ástæðan fyrir að sumir fíla íslenska myndir, þú veist, ég á til dæmis sem erfitt að horfa á íslenska myndir, mér finnst það ekki mér finnst svona leikur einhver Já, en kannski útlendingur myndir í pæli Já, þú veist, þá slæðir í gegn úti að þið skilja ekki neitt Já, en það er kannski fínt að taka fram myndina sem við ætlum að tala að spjalla það er eins sem heitir Kidnapped svo er það Time Crimes, The Platform og svo munum við líka aðeins fara inn á mynd sem heitir Rec og The Uninvited Guest Já Og hvað áttu ykkur svona uppáhaldsmynd af þessum? Sko já, Time Crimes er eiginlega svona Þín uppáhalds? Já mér fannst þú svo einlæg yndisleg, það er 4 leikarar í henni Já, einmitt og leikstjórinn er einn af þeim þú veist, þetta er bara svona þetta er bara og við munum spoila kannski taka það fram, það verða spoilerar annars er eiginlega ekki hægt að tala með þær Nei, þannig að horfið á þessa myndir og horfið síðan á þennan Já, ég mæli með þeim öllum, sko og eins sem bara að því ég var komin á, þú veist, ég vissi ekkert þær ég hafði ekki eins og séð trailer og Já, á sínum tíma þú sást þær Nei, og talandi Time Crimes trailerinn er ömurlegur Já, ekki horfa á trailerinn Nei, þú veist, og bara og ég mæli líka bara með, ekki að horfa á trailerinn á neinum þessum myndum, bara horfið bara á þær og bara eins og með, ég er eiginlega bara mótið trailer nema og sérst að búið til eitthvað teaser Já. Þú veist, að búið til eitthvað cliffhanger, þú veist, bara Í sammála þú veist, bara af hverju að búið til trailer Og sérstaklega fyrir svona myndir þar sem þetta er kannski eitthvað svona öðruvísi, eitthvað smá nýtt Já, eitthvað svona spenna Mér hefast að fara að sjá trailer fyrir Avengers það er svolítið annað heldur en fyrir svona mynd Já, það er rauninni bara til að búið til spennu Þú veist, það er bara svona, ég get ekki beðið Já. En lélugu trailer, þú veist, og mesta spoil sem tengist ekki þessu myndum er til dæmis Bone Collector Já, þegar þú með Denzel Washington Já, þegar bara þú fattaðir hver morðingi var þessi trailerinn Já, af því að morðingir talar í trailernum og ég var nýbúin að sjá Seven sem þessi leikari talaði nákvæmlega eins og svo er ég bara, vá, þetta hljómar þess að hann eftir 10 mínútur í myndinni sé ég gæjan í myndinni og ég bara, ok, þannig að þetta er morðingin, takk fyrir það þannig að ég er svona að reyna að horfa ekki á trailera nema að þetta sé bara eitthvað svona, vá, ég get ekki beðið eftir Matrix Já, eitthvað svona stórri mynd Já, bara þú veist, eitthvað sem ég þarf að fá kýtl Já, ég skil þig Mér finnst mjög gaman að horfa á trailera en fyrir eins og þessar spænsku myndir og svona ég fann að forðast að eins og fyrir með The Platform eða svona nýjasta myndin fyrir kannski aðeins út í hana betur eftir en eins og fyrir hana þá horfði ég ekki á trailer Nei. Ég bara vissum að sýnda okkur festivalum að það var heldur töff ég las bara eitthvað eina setningu hvað myndin væri svo bara ákvæði ég ætla ekki að horfa á trailer að ég vil ekki láta skemma hana Ég vissi til dæmis ekki neitt þú sagði bara horfði á hana og ég gerði það bara en eins og með Kidnapped þú veist að við byrjum bara að tala um hana Hvernig fannst þér hún? Núna, ég veit þú varst búin að sjá hana Já, ég varst að sjá hana aftur Ég er búin að horfa hana aftur að það er alveg 10 ár síðan að koma út Hún er ógeðslega góð, sko en hún er ekkert flókin það sem ég elska mest við henni hvernig hún er gerð Já, ég mynd maður til því að þú varst að segja að kvikmyndatökunni og mikið svona einni tökka Ég taldi skotin í gær
ég var að horfa á hann í gær. Svo segir ég sem nörd. Ég taldi að því að þetta er svo ógeðslega löng skot og svo er náttúrulega hægt að gera klippa með einhverjum, þú veist, bara einhver lappar fyrir við linsuna og nota þessu klippubón. Þetta voru 15 skot. Þetta er 90 mínútna mynd. Taldur skoti? Já. Shit. Af því að, sko, veist, minna, hún byrjar á okkur svona stabilisir skoti einhvern veginn svona, og svo kemur logoðið, já, gaurið með pókan. Nei, ég horfði hann bara í dag, mér þess að. Já. Þú veist, það er svona eitthvað svona annað atrið, þú veist í raun ekkert hvað er í gangi þar. Já, gaurið sem er bundin og með pókan við hausinn. Já. Svo byrjar hérna myndin og það er 11 mínútna skot að labbandi húsið, þau eru að tala saman, dóttirinn kemur, fólk er að hjálpa hann að flytja, það er ógeðslega mikið í gangi. Já, þegar þú séð fjölskyldunni fyrst skiptir þegar kallinn kemur heim. Já, hann er í bíl. Já, og svo bara vera að skipta elta þennan karakter, það er 11 mínútur. Svo er klift, þá er komið kvöld og þá kemur annað 7 mínútna skot. Já. Og þá og þá bara ákvaði ég að telja skotin. Já, en líka hún er ekki það löng, hún er 87 mínútur. Já, hún er með tæplega 90 mínútur. En mér finnst það fínt fyrir svona mynd. En þér finnst hún góð, sem sagt? Mér finnst það mjög góð, sko. Hún er ógeðslega svona, klóra með hérna. Hún er hérna spennandi. Hún er ekki flókin. En það líka það. En kannski fyrir ekki flókin kvikmynd að gerst hann á bakvið. Já. Þeir setja ekki minni orku í lúk og tökur heldur en handrit. Jafnvel meira, ef ég má segja það. Já, ég held sér samanlega það. Tölvöld meira. Að þetta er ekki flókið handrit. Aftur fáleikarar, basically bara, myndin heitir Kidnapped. Þetta er mynd kidnapping. Já, kidnapping. Og þú veist, fjárkónu og eitthvað svona dót. Gerist í raunin á rauntíma, fyrir utan einhverja klippibúnta. Já. Og það er líka eins og með uppáhaldsskotið mitt, ég er búin að horfa á þetta milljónsinnum. Ég veit ekki, og ég er líka búin að reyna að finna út making of, það er bara ekki til á ensku. Þetta er næstu í lokaskotið. Já, þetta er í endan þegar að því við erum að spoila. Já, maður tala svo vilt. Þá eru að fylgjast með, já, og annað með hvað þeir gera sem er sniðut, að þeir eru ekki að klippa, að þeir vilja fylgjast með 2 stöðum, þá splitscreenaðir. Hvernig fílar það? Í þessu geðveikt, að því að það sýndi bara að þetta voru bara multicam-taka. Þetta var ekki tekið og tekið. Það voru 2 kamerur að taka upp þetta skot. Það voru sikkur með við vegg, mannst þetta satt ég? Já. Sikkur með vegg. Já, og það sést í gegnum vegg. Já, og það sést í gegnum veggina, svona smá gler. Og sérð að þetta er sama taka út fyrir utan og er fyrir innan, að þú sérð hreyfinguna. Það er bara hygglust, sko. Já, ég til þess pæli minna í eitthvað svona, því ég bara hef ekki... Og ég bara starðið á þetta, því mér finnst bara svo ótrúlegt að gera þetta, og að þetta hefur greinlega bara einhver ákvörðun, bara við ætlum ekki að, við ætlum bara að taka löng skot, að því að þú veist, mér er ekkert að kenda ekki klippa bara til að klippa. Klipptu til að sýna eitthvað nýtt, og ef þú þarft ekki að klippa slefti, og hann gerir það bara endalaust. Það er bara löng víð skot stundum, af einhverju atriði sem að fólk er að tala saman og þú veist, bara kottu með peningur og eitthvað svona moment sem að kallar ekki á klipp og það bara er ekki að klippa. En þegar ég er að tala um þetta skot þannig með 2, þá er langt skot í gangi, það kemur split screen af pappanum, þetta er inn í húsi og hann er í bíl. Hann er að keyra. Hann er að keyra, þau eru inn í húsi. Svo eru bara skotin samhliða, kemur við eitthvað 1 klipp þarna til að laga eitthvað. Og kameran, það er að fara 2 og það er búið til 1 ramma. Já, ég skil ekki... Hvernig ég gera það? Nei, og ég er búin að horfa á þetta milljónsum, bara þetta atriði. Já. Það er einhver, að þeir eru greinlega, það er mikið svona brellu dóti. Sem eru hálf ósýnilegar í rauninni. Já, sem er svona clever. En þú veist, svo líka svona að labba fyrir ramma til að búið til klipp og eitthvað og svæpa kamerum og búið til klipp þannig en þú splæsa saman einhvern veginn þessu split screen, svo verður þetta bara svona 1 atriði. Það er alveg töff, en ég veit ekki það alveg, þegar ég sá hana fyrst ég pældi ekkert mikið í þessu. Þegar ég sá það fyrst og gerði bara, oh my god. Já, ég man því. Ég spólum við tilbaka bara. Já, ég var búin að sjá hana og svo sýndi ég þér hana, minnum mig, ég heldur hann 2 og þú varst bara, vá, þetta er geðveikt.
en þegar ég sá þetta þá var ég bara svona, þetta er töff og svo hætti ég bara pæli því. En það er, þú veist, ástæðan fyrir að þessi mynd komi líka óvart var ekki bara kvikmyndatakan, þetta er endir. Já. Það bara, þú veist, maður held að þetta væri happy ending, en svo bara kemur einn inn og dreipið öll. Hvernig fannst þér endurinn? Mér finnst það eiginlega nöðslugur, sko. Já, það? Já, annars var þetta bara svona fyrirsjónlegt svona pointless nema bara svona leit vel út. Já. Mér fannst það mér fannst það eiginlega þurfa að gera þetta. Mér fannst það nefnir að ég hef ekki séð þessa mynd núna já, ég heldur séð 10 ára. Já. 2010, ég tekkaði því, vinnar 2014. Já, nei, hún er alveg 10 ára gömul. Og mér fannst það alveg töff á sínum tíma, hún frekar brútar þessi mynd, en svo horfði ég á hana einmitt bara í dag. Og hún er ekki að gera mikið fyrir mig í dag, þessi mynd. Nei. Mér finnst það ógeðslega töff, þessum kvikmyndatöku svona, ég pældi aðeins meira í því eftir að þú talar þetta, og mér finnst það mjög töff. Mér finnst líka alveg cool að hafa svona margar langar tökur, þó ég sé ekkert svakalega hrifin að þess að ég talaði við Jónas og hún talaði stríðsmyndir, 1917 og svona eins og vera ein taka. Já. Það er ekki alveg að gera sér fyrir mig. Þið finnst það bara ekki nóg. Mér finnst það hefta svo mikið söguna eða kvikmyndir sem þeir eru að reyna að gera. Finnst mér. Þetta er bara ekkert svakalega mikið fyrir mig, en ég er alveg til í eitthvað svona löng atriði, mér finnst það alveg töff. Og með þess að Kidnapped, mér fannst það vera svolítið óþarflega nasty þessi mynd. Kannski þetta því hún er eldri eða eitthvað, en mér finnst það svo í endan. Já. Mér finnst það er ekkert mál að gera ógeðslega mynd. Þegar hún drepar hana með þessu styttu hana. Mér finnst það er alveg frekar töff, en hún drepar með styttuna, ok, ég gef henni alveg það. Svo alveg í lokin, þá var bara pappin skotin, mamman skotin eldið, krakkin sem kom bara. Krakkin, hann að kærastinn eða eitthvað. Hann var skotin. Og svo var dóttir ekki skotin, hún bara stungin gett oft, og svo bara myndi búin. Það er ekkert mál að gera svona, ekkert allir gert eitthvað svona dæmi. Bara eitthvað svona sjokkandi til þess að sjokkandi. Já. Ekki sammála? Jú, sko mál er þú veist, þetta er ekki uppáhaldsmyndi mín. Og þú veist, það er basically ekki point, bara hún kom með þannig á óvart, sko. Af því hún er ekki svo vel mynd, ég er alveg sammála því. Já, og líka bara, þú veist, hvernig þau gerða það? Að nota split, þetta var svona svo 24 eða eitthvað. Já, einmitt. Þetta split screen í bíómynd sem ég fannst að virka. Ég myndi alveg sammálaður þar og mér varst mjög áhægt að hafa hana með á þessum lista út af þessu, út af þessari tækni bara bak við kvikmyndi gerðina sem er í gangi að það, af því þetta virka líka alveg low budget mynd sem eins og þú segir, frekar einföld, en svona sem bíómynd, ég horfði á hana og ég var bara eitthvað svona, ég er líka komið svo ógeðslega mikið leið á svona home invasion myndum, mér finnst það bara ekkert svakalega skemmtilega. Já, það er svolítið 90s. Ég þetta er bara eitthvað, sem betur fyrir voru þeir ekki með eitthvað svona grímur, þeir voru með eitthvað svona lambúsættur eða eitthvað. Já, með eitthvað svona... Já, eins og Strangers og eitthvað svona dót. Það er náttúrulega hundleilmynd. Já, ég svo framhaldið daginn, hún er... Já. Þetta er framhaldið? Já. En veitu, hún átti að vera sannsöguleg? Er þetta ekki franska, þarna? Nei. Jú, þetta var eitthvað svona lauslega byggt held ég á henni líka, eitthvað svona. En þetta er með grímun, þetta er bandarískmynd. Allir með svona grímur. Krakkarnir þarna sem voru að bregða. Við sáum það. Nei, þetta er ekki það. Þetta er með Liv Tyler, mannst þetta sem heit, amerísku. Nei. Og kannski sást það ekki. Greinlega ekki. En allavega, hún er ekkert skemmtileg. Og bara svona home invasion myndir, mér finnst það ekkert sérstakar. En hvernig fannst þetta Panic Room? Þetta er joke, sko. Það er hræðileg mynd. Mér leiddist ekkert á henni. Ok. Mér finnst það ekkert eitthvað geðveik. En það er líka svolítið mikið eitthvað svona kvikmyndatöku, flippi, fari gegnum skráagöt og CGI kamerur og eitthvað. En það er ein mynd sem ég sá sem er góð home invasion mynd sem kom mér bara virkilega óvart er Don't Breathe, sástu hana? Sem kom fyrir held ég 4 ára síðan. Þetta er gaurinn sem leikstýrði Evil Dead endurgerði. Þetta er myndir sem hann gerði eftir hana. Fjallar um krakkar sem brjótst inn á heimili á blindum gaur og röglega sér trailin allavega. Kannst ekkert við það? Nei. Ok, en trailin var ekkert spes, en myndi var helviti góð. Ég mælum að tjekka henni. Og heitir hún Don't Breathe því að ef þið randa þá heyra hann í þeim með það? Já, hann er alltaf með svona heightened senses og eitthvað. Ég veit að það hljómar ógeðslega kjánalega, en hún er helviti góð. Er þetta eitthvað uninvited guest feelingur eða? Nei. Þegar hann var að fela sig. Þetta er ekki masterpiece. Þegar hann var að fela sig. Það er, sko, komum aðeins inn á hana þegar ég minn okkur ógeðslega að sjá hann aftur, ég bara finna hann ekki. Og
Við þurfum kannski að segja líka fólki aðeins frá þeir mynd Já, ég til í það. Já, að það eru ekki margir búin að sjá hana. Nei, en það sko talandum að koma óvart. En það spurning, við skulum kannski ekki spoila henni. Hvernig líst þér það? Nei, ok, ég til í það, af því að við ætlum ekki að tala mikið um hana. Já. En sem sagt, það mynd sem þú einmitt sýndi mér, sagði bara, ég var að sjá hana mynd, mér er að horfa hana með þér. Og það í eina skipti sem ég beðum að pása þegar mynd hálfnuð og ég sagði, ég veit ekkert hvað að gerast, ég veit ekkert hvað búið að gerast, ég skil ekki neitt og ég elska það. Og þú sagði líka, ég veit ekkert hvað að gerast næst. Já. Hún bara svakalega. Hún breyttist bara. Já, hún frá 2004 Já. Og þetta var bara svona blind buy hjá mér á sínum tíma. Ég keypti hann á DFD, sá hann bara okkur nördasíðu og ég hugsaði að ég kaupa hana að því hún er unni fjallar bara ef ég segi stuttlega frá því að ég vil ekki spoila henni. Langar fólk upplifa hana, reyna að finna hann einhvers staðar og horfa á hana. En það fjallar mann sem eitthvað arkitekt sem býr í stóru húsi, hann að skilja við eiginkonu sína eða að hætta saman eða eitthvað. Býr eitt þar, svo eitt kvöldið þá bankar upp á hjá honum maður sem spyr hvað þau megin út af síman hans. Og hann kemur inn, fær hann út af síman og svo eigandi húsins, hann bara eitthvað fyrir eldhúsið eða eitthvað. Svo fer hann fram að þessu sími var og þá var kallinn horfinn. Þú mást eftir þessu. Hurðin opin og eitthvað svona. Já, og maður alltaf bara áætla það að kallinn að fara út. Hann kíkir eitthvað út, sér ekkert mannin. Og svo fer hann að heyra hljóð seinna í húsinu og hann fer að hugsa hvort að maðurinn búi í húsinu með honum og sé í hálfgjörnum einhverju felleik. Það hljóma ekki að skrítið. Þetta mjög töff mynd. Já, þetta bara... Ég vil ekki spoila henni. Nei. Það mynd sem ég mæli með að þú finnur hana bara, wow. Já, hún rosalega flott mynd. Já, bara mér fannst hugmyndaflugi að handritinu þar sturlað. Já, ég sammála. Það er bara vel skrifuð mynd, hún spennandi, kemur óvart, vel leikinn. Líka fyndin í dólóttu stundum. Fyndin og líka bara, sérstaklega, ég maður þegar ég horfði á hann í annarskipti, þá bara sprakk ég úr hlátur yfir mörgum atriðum. Og það er alveg viljandi, ég var ekki að hlæja eitthvað léleg. Nei, og hún breytist líka. Hún byrjar sem bara venlega mynd, svo breytist hún í eitthvað svona spennu thriller, svo breytist hún í comedy. Svona hálfgerða svarta komedi kannski. Svona bara vantaði næstu bara eitthvað þau bara lag undir á tímabili yfir sumum atriðunum sem voru þannig þetta er mjög sérstök mynd. Þegar ég baði að íta pásu. Já, ég man þú baðst að íta pásu þegar voru svona 40 mínútur búnar eða eitthvað, þú sagði bara ekki íta pásu og þú voru aldrei beðið það áður og ekki eftir og þú sagði bara ég veit ekki hvað að gerast og þú elskaði það. Svo var líka mjög gaman þegar myndið var búin og þú var sáttu með alla myndina. Já, mér finnst ekki sko. Hún er virkilega góð, en ég ætla að koma einu sem við Kidnapped og það að ég átti hann á DFT en ég er búin að losa mig við allt satnum mitt og þú vissi það ekki. Var það ekki bara í geymslu þeirra? Já, ég netti að gera mig einhverja. Ég með var að fá S-bólur í geymslu sko. Já, ég er búin að losa mig við allt. Siljarvis brjálið. Já, ég trúi því. Ég var bara sjálfur sem ákvað, þá var ég sjálfur sem ákvað að losa mig við þetta. Það var að taka svolítið mikið pláss og þetta er bara eitthvað DFT rusl. Nei, ég má ekki segja það. En ég get nálgast þetta alltaf á Netflix, iTunes og eitthvað svona. Þannig ég fór á iTunes og horfði á plattformer á Netflix, ég horfði á Time Crimes og Kidnapped á iTunes. Kidnapped er bara dubbuð. Horfði á hann að dubba? Ég vil taka frá, ég sá hann upprunalega á spænsku. Horfði á hann að dubba? Já. Það að vísu sem að, sko... Ég verði að fá að klára að ég hafa hort á hann dubba, sorry. Og hún byrjaði myndin. Þeir gera þetta stundum með myndir sem ekki banderskar eða breskar, sem ekki lenska. Þá dubbaður oft myndinar og það er kannski bara það að tungumál getur ekkert valið. Ég horfði á Time Crimes fyrst, hún er á spænsku. Svo er ég svo alltaf fljótur á mig, ég leigði hann á iTunes. Ég bara sá Kidnapped, ég bara yes, hún er til. Kannski verði ekki eins og til á iTunes. Og ég índi play og þá var hún dubbuð. Ég hef ekki séð dubbaða mynd í 20 ár. Ég alveg tala. Ég horfi ekkert á dubbaðar myndir. Hver gerir það? Ég fór líka að hugsa því ég var að horfa á þessu mynd. Að ég horfði á hann alla. Ég leiði að sleppi þetta skipti að ég vissi ég bara að tala við þig segja fyrir að ég horfði á hann dubbaða. Og þá fyrir að hugsa hver horfir á? Hver kýs að horfa á dubbaða leikna myndir? Ég er ekkert á teiknimyndir. Nei. Leikna myndir. Þetta er svo hræðilegt. Og leikarinn sem ofta að dubba er þetta leikarar? Já, er það ekki?
þeir eru alveg ekki góðir. Nei, komið góður. Þetta var alveg hræðilegt og líka fyrir svona mynd sem er svona frekar alvarleg, ég var bara hvað að hlæja döppinu. Já, þannig að þetta var ekki skemmtilegt. En ég sko, mín skoðun er þeir sem að leitar til döppumyndum er eins og Silja, kærasta mín, elska þig, en hún nennir bara ekki að horfa á neitt. Þetta heitir ekki Notebook eða Titanic, þá nennir hún því ekki. Þannig að ég var að fara að horfa á Time Crimes aftur og ég baði hann að horfa hann með mér og ég gat valið að horfa hann á ensku. Hún spurði, af hverju gerum við það ekki? Hrikalegt að segja þetta. Já, ég meina, þú veist. Viltu að ég tala við hana? Nei, það er ekki hægt að ræða við hana. Sko. Það er rökraðið við En hana. hennar point var bara, þú veist, hún vil bara að sagan skilaði sér. En ég nei, ég sett hann á spænsku og setti hnefann í borðið og það er betra spænsku. En já. En það er svo skrítið að því það er tölu spænska, þetta er spænski leikar. Og við kunnum að lesa texta. Já, nákvæmlega. Veist, þetta er rosalega skrítið. Viltu í alveg horfa mynd? Þess að ég horfa núna Kidnap Dubba og leika nú hræðileg sem töluðu fyrir fólki. Og viltu horfa á það sem þetta passar ekki við varirnar? Það sem fólk segir. Þetta bara meikar ekkert sens. Nei. Þannig að ef þú ert kvikmyndaáhugamaður og ef þú ert bara eitthvað, já, ég elska hliði í bíó og ég vil horfa á dubbaða myndir, þá ert ekki kvikmyndaáhugamaður. Hliði í bíó, þú myndi aldrei sleppa því. Nei, en þú lítur að sammála mér samt. Já. Þó þú fyrir að pissa alltaf í bíó, þú dánar með hliðin. Ég þurfti að fara út á Matrix 1, það var 5 mínútur eftir að pissa. Það er ógeðslega fyndið. Já, þannig að Kidnap, mér fannst hún ekki eins góð með myndun. Nei, ég er alveg sammála. Það er mjög flott upp á hvernig tökur gera. Já, þú veist líka bara, mér finnst bara hugmyndaflugið í tökunum geðveikt, skilur við. Já, mér finnst þann stundum eins og með svona myndir, eins og þessa, þá finnst mér einhvern veginn eins og þegar við hugsaðum það fyrst og svo bara hvað, já, við þurfum líka eitthvað sögu. Ég mögulega, mig gruna bara að handritið hafi ekki verið nógu sterkt og þeir hafa reynt að bara fá eitthvað creative leikstjóra til að skila sögunni, skilur. Já, ég skilur til að bífita þessu. Já, en svo leitaði making of en fann ekkert nema þegar ég bara skrifaði spænska heitið á henni sem ég get ekki sagt þér. Ekki heldur. Og Camera 2 til að reyna að fá ég var að reyna að finna þetta split screen skrifaði nafnið og Camera 2 og það kom ekkert, en ég fann einhverja hálftíma dokumentari það sem ég gæti ekki að horta á þegar það var svona gert eins og blaða úrklippur og það einu sem var sýnt var bara eitthvað kamerumæður með kameru, það var ekki sýnt neitt að þessu dóti sem að vakti áhuga hjá mér að bara, hvernig gerðu þið þetta? En ég hugsa maður hefur meira gana að horfa á 80 mínútna mynd sem bara making of. Já, það bara heldur sjálf myndinni. Já, með döðlangaði og ég bara leitaði en mér finnst það að standa upp og ennþá í dag að ég leitaði eftir því svolítið núna kvikmyndatökunni. En ef við kannski fara yfir í virkilega góða mynd Time Crimes. Já, ég var svona að reyna að leiða umræðefnið þangað með Döbbinu og Silju en allt er góðu við þurfum ekki klippið þetta út. Nei, en sko það er mynd einmitt sem þú ekki horfa á trailerinn á. Ég horfði á trailerinn. Ég horfði á hann eftir þú sagðir það. Já, hann er hræðilegur og hann spoilar. Hann spoilar rauninni ekkert eitthvað, þú veist, ekkert eitthvað bara, ég trú ekki hann degi, en þetta er bara svona, hann deyr ekki, sant? Þetta er ekki það sem ég var að segja. Þetta er bara að því að þetta er time travel mynd og þegar ég horfði á hana, þá kom mér á óvart að því við erum að spoila, skýrt ekki máli. Segja svo allt um hana. Að þú veist, þetta var Hector 2 og Hector 3 og þegar Hector 3 þegar þriðji Hector kom fyrir utan þá að vera bara djútrið að geða þá hefði ég ekki viljað vita það að sjá trailer sem gefur eitthvað he's fighting himself eitthvað, þú veist his double and his triple það skemmti svo mikið það kemur seint fram í myndinni það var svona það var pínu váfaktor að þetta hafi komið aftur. Já, það er það í myndinni, þetta er alveg svona twist. Já. Þannig að
Ég samanlega, ég hef mitt horfð á trailerar eru alveg þetta hræðilegt að gera þetta og ég hafði ekki séð trailerin fyrir þessu mynd svo sagði þú eitthvað að djöðu trailerin glataður af því að ég horfði á ég rauninni ákvað bara að kíkja á trailerin, ég veit ekki af hverju ég var eitthvað á IMDb að skoða eitthvað leikstyrinu sá bara svo ítti ég bara á trailerin. Varstu búin að horfa á myndin aftur? Já, ég horfði á hann aftur og þú veist, ég bara var nýbúin að slökka á hann, skilur við. Já, þegar þú horfði á spoiler trailer. Já. Ég þoli ekki að gera það. Af því að ég mundi ekki einu svona eftir Hector Dress. Já. Ég mundi ekki eftir en ég horfði á hann aftur. Hérstu myndi þið bara að vera 2. Já. Mig myndi að það væri fleiri en 3. Það er rámt hjá þér. Já, það er rámt hjá mér. Það er síðan ég sá hana en mér finnst hún í dag ennþá geðveik. Hún er geðveik, að hún er líka svo ógeðslega symbol og líka, ég elska bara þú ert að horfa á eitthvað og svo byrju þetta var þarna áðan og þú veist, og ástæðan fyrir að þetta er að gerast núna er að, ég elska það. Svo eitthvað, hann fær eitthvað hringingu svo aðeins setja myndinni, þarna er hann að hringja og mér fannst hún líka og fyrir ekki, og ekkert af þessu var eitthvað sem þú fannst að býða, þú varst ekki ég vissi að þetta væri. Nei. Bara eins og svona symbol hlutur. Hann lendir í bílslysinu. Já. Hann keyrir á sjálfan sig. Mér datt það aldrei í hug. Nei. Ég er alveg sammála. Hún er bara, ef ég þurfti að lýsa þessa mynd bara með einu orði, þá myndi ég segja að hún var mjög sniðug. Já. Að það er svo mikið í henni, eins og þú hefur talað mann einhvern sagðar á henni að hann er byrjum að taka upp, er að þetta eru bara einhverjir 4 leikarar eða eitthvað. Þetta eru, þetta eru 4 leikarar í heldina. Þetta er bara eitthvað low budget mynd. Já. Hefur örugglega ekki kostað mikið. Nei, og gerist svipa á, Kidnapped, eiginlega í rauntíma. Já, einmitt. Þú veist, myndin byrjar, hann fer óvart í eitthvað time capsule, þetta hljóma svolítið silly, en hann fer bara aftur og bak 90 mínútur. Já, einmitt. Þetta er 90 mínútur. Já, rúmum klukkutíma. Var það 90 mínútur? 90 mínútur. Bara myndin er 90 mínútur eða eitthvað. Já, einmitt. Og það er líka sem gerir svolítið öðruvísi. Oftast þegar maður er að horfa á eitthvað svona tímaflagsmyndir, þá er það að fara 50 ára aftur í tíman eða fram í tíman. Eitthvað sem skiptir máli. Mér fannst það líka svo heillandi. Við vissum ekkert af hverju þetta time capsule til. Við vissum ekkert hvernig það virkaði. Hann bara fór í eitthvað vökva og með þess engin karakter í þessari mynd vissi neitt hvað var að gerast. Með þess að gæinn þannig í doktorinn að vísindamaðurinn. Hann var að fikta. Já. Kveikirinn bróðast á okkur svona vél og þá bara birtist Hector. Já, en eitthvað þurfti að koma Hector Uno ofan í. Skilur við. Elska þetta lætur maður svona að hugsa, skilur við. Já, maður verður svolítið svona hausinn á mér fyrir hann í ring að hugsa ok, þetta kom, svo þetta, en það er þá þetta, ef þetta ekki gerst, hefur þá þetta gerst. Já, en þú veist, svo líka, þú veist, getur þú alveg argjóða bara, þú veist, þetta meikar ekki sens að því að eitthvað þurft að láta Hector gera þetta fyrst og þú veist, þá gæti þetta ekki, þú veist, það er mér alveg sama. Já, þetta er svona kort kom undan, ekki að henni. Já. Þetta er svolítið þannig, en það er oftast að segja það alla svona time travel myndir. Já, ég veist að það er raunverulega, skilur þú? Nei, ég er að segja það, þú veist, maður þarf eiginlega bara hægt að pæli því. Já, einmitt. Og fyrir ekki bara að njóta þess að horfa á þær. Mér finnst þessi mynd mjög sniðu, þetta er svo allt öðru sem Back to the Future eða Terminator eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona allt önnur pæling, miklu minni mynd, en mér finnst líka æðistu leikarinn, ég veit nú ekki nafn á honum, sem leikur Hector. Já, geggjaður. Og hann er líka eitthvað svo misheppnaður. Hann breytist líka svo ógeðslega mikið í þessu ferli, sko. Já, mjög mikið. Hann er eitthvað algjör, eitthvað svona perrakall, eitthvað svona... með kíkin. Já, með kíkin. Já, hann er smá perri. Hann er perri af því hann er að skoða stelpuna, en segir ekki konur sem frá þig. Já, og svo líka það, þú veist, ef maður vil finna hólur, sem er ekki hólur, sem bara lætur maður hugsa, ástæðan fyrir að hann fer fyrst er að hann sér þessa stelpu, hann fyrir að leita henni, en ástæðan fyrir þessi stelperana er að því að Hector Dos komin að hana. Já, einmitt. Þetta er svo... Þannig að hausnum hann springur á Já. Þess vegna líka svo geðveitt og ég elska myndir sem þú er búin að horfa á hana og meldir. Já. Ekki bara eitthvað svona, just hasar, þú veist, jú, ég elska Avengers, ég elska það. En ég elska líka þegar þú ert búin að, hvernig fannst þér? Ég veit það ekki. Þú veist, ég er bara að melda, svo klára hana og ég verð að horfa á hana aftur. Já. Ég verð að sjá þessa hluti í volva, skilur við. Og mér finnst líka töff við hana að þú ert ekki endilega pæli svo allan tíma út á horfmyndina.
eitthvað sem byrja hvort kom undan og þú ert bara í þessari sögu myndin að fýta þig bara, þú veist og þú nærði alveg fylginni og þú ert alveg með, þetta er svo ég viss alveg hvað var í gangi, þú veist, þegar líður á myndina og ég get alveg svona í hausnum við púsla þessu saman, bara já, ok, þetta, ok, en svo alltaf bara eftir að maður ekki hugsa meira um þetta, en það sem er svo flott við þessa mynd er að hún er ekki, sömu myndir eru bara bull, fattar þau, ég þúa líka svona myndir, það er bara kjaftaði, það er bara leiðilar, þess er ekki þannig, og hún er ekki flókin. Hún er ógslasymbol, en virkar ógsla vel og líka eins og með Uninvited Guest, maður hlæri þessari mynd líka, sko. Já, hún er fyndin. Þegar hann þegar fyrsti Hector er að flýja og er svo með kíkir og sér hann gera þannig að djóki þetta með með þykist vera með kíki. Já, og þegar hann fyrir svo að leika það eftir að hann veit að hann á að gera það til að koma sér í timecapsli, þá veit hann ekki hvað hann á að vera. Já. Það var ekki svona smá comedy bara hér eða hér. Já, því hann myndi ekki hvað fyrir afstand það trínur allir eins en svo þegar það virkaði þá var það nákvæmlega potið eins og hitt, skilur við. Já, mér finnst líka töff hvernig hann náði að þetta eru 3 Hectorar og þetta er allt sami maðurinn í rauninni. En það er allir ólíkir. Karakterin sjálfur og líka hvernig hann lítur út. Já, algjörlega. Það er mjög töff. Og karakterin sérstaklega, auðvitað lokin er karakterin basically hann morðingi, Já. Þó hann, þú veist alveg lokin? Já, einmitt. Hann basically lætur Hector 2 og þetta er svo, já. Hector 3 sem er mesti psychoinn sem er bara búin að ganga gegnum að vísu þessar 90 mínútur tvisvar hann verður til að bjarga konu sinni þá lætur hann eina stelpu taka hennar stað já, af því að hann veit það að hann hélt að hann hefði drepið konu sína en vissi samt að þetta það er bara að horfa á þessa mynd já, einmitt, það þarf að horfa á þessa mynd og ég vona að ég gera það áður en hlusta á þetta já, við vonaðum að þessi búin að horfa á þessa mynd já, en hún var á Netflix á tímabili þannig ég er svona vona að fólk sé búið að sjá hana, að margir sé búin að sjá hana fekk líka mörg velun og svona minni mig en hún er hreikalega snið og mér er líka bara að sína hvað er þetta að gera mikið fyrir lítið pening ef þú ert með eitthvað sem margar Hollywood myndi klikka á því miður ef þú ert með eitthvað sem kallast 100 já, einmitt þú veist, það þarf ekki að kosta mikið pening Nei. og mér finnst þessi mynd líka ég hef aldrei getað skrifað svona mynd þetta er bara ekki, hausun á mér hann virkar bara ekkert svona Nei, þó hún virki einföld og maður horfir á þessa mynd og hún er bara hún er svo leirt einhvern já, hún er það og það er ekkert djók að gera sérstaklega svona tímaflagsmynd láta hann að ganga upp láta hann ekki vera ofuruglegslega og þegar myndan búin þá er ég bara svona vá, þetta er bara geggjum mynd geðug sko hún er bara, ég get ekki mælt með henni nóg Nei, en svo er ég að pæla þú veist, í þessu podcasti sem við erum að taka upp hérna er eitthvað búin að sjá eitthvað þessu sem að er það, þú veist en það er kannski bara gaman, kannski vill fólk bara hlusta mann tala um myndir sem að og vekur athygli og horfir svo, það er bara já, ég meni ég líka þegar ég seti þetta upp og að setja á neti þá myndi ég alltaf skrifa fyrir neðan eða hafa eitthvað lýsingu kannski Ertu núna offskrift eða? Ertu núna bara að tala um mig eða? Nei, ég bara, það sem er að hlusta já, að tala um þig þá myndi ég setja þannig að fólk myndi vita að þetta væri spoilerar en ástæðu ég vil ekki spoila Uninvited Guest er þegar til þess Time Crimes, hún er á iTunes hún var á Netflix og Kidnapped líka, hún er á iTunes þó hún sé döbbuð en Uninvited Guest, ég hef ekki bara fundið hana þannig ég er svona að hafa það smá ég vil ekki spoila henni þú veist, er það ekki alveg cool? Jú það er líka svo langt síðan sá hana sko ég myndi ekki vilja segja eitthvað vitlaust Nei, hún er allavega geggjuð ég er alveg vissum að þér myndi finnast hún ennþá geggjuð í dag þó er það kannski langt síðan sást hana Já, vá, sko, bara hygglust sko en við getum líka aðeins talað um REC Já, en það er líka þessu myndu sem að komur óvart að því að aftur, ég vissi ekkert um hana og hérna, það var bara found footage mynd ykkur sem að hérna sem er oftast glataðar Já, þú veist en ég fílaði ekki yfir höfuð Nei, mér fannst það gott fyrst mér fannst Blair Witch Project, þú veist, geggjuð fyrst
þá var þetta líka svolítið nýtt. dag þetta náttúrulega bara orðið eitthvað svona Drasl. já, það bara aftur heldur bara lélegt handrit og þú ert að reyna að kryddað upp með eitthvað svona dóti en Sem ekki gimmick. þarna eins og með REC þetta býr til myndina að þetta sé svona að því að þarna er bara, þetta er quarantine þetta er bara, þú getur ekki farið og eina leiðin til að þú sjáir þetta sé svona og það er bara hún komir ógeðslega vel óvart sko. Já, hún líka að það er svona aðgengilegri heldur en til þess að hann hefur gest. Já, fólk veit hvað það er sko. Já, hún var líka endurgerð. Sástu hann? Quarantine, nei, ég nætti ekki. Ég nenni ekki að horfa á endurgerðir. Nei, þú veist, með the original okkur. Ég sá daginn, fyrst tala aðeins endurgerðir, ég sá daginn í fyrsta skipti Ring bandarísku. Ég hef aldrei síðan. Nei. Erst þú búin að sjá hann? Nei, ég dó sko á japansku með svona geðeg og ógstlega ég held að hitt væri bara eitthvað skrítið sko. Og ég sá hann bara daginn og já, hún er ekkit svakalega góð. Nei. Er þetta fyrsta, er þetta ekki Naomi Watts? Nei, jú, Naomi Watts. Er þetta fyrsta hennar? Vá, ég man það ekki. Hún er samt frekar gömul mynd. Ég held að sé alveg frá 2002. Já. Minni mig. En hún er ekkit svakalega góð. Nei. Þannig ég er ekki svo Quarantine. Mér minn líka Quarantine hafi komið út bara akkur sem svona kom bara ári seinna þetta var bara, hún var ennþá geðut ný og þá var bara að vera að endurgera hana já, mér veist bara svo við varum nýbúin að segja REC þá var bara alltaf einhverjum bandarísk útgáfa já, var það ekki líka stimplað sko sem eitthvað svona American, þú veist Fire Department og eitthvað svona ég veit gert ekki. Bara öðri sér heldur en hinn og bara ógst að heiðarlega, það var bara gamalt fólk og bara Mi Perro Max það var bara, það veist hann var það hundurinn? Já, það var hann sem síktist fyrst það er ekki við verðum að taka viðtal ykkur stelpu með ykkur byrðina mi madre, mi padre og mi perro Max það alltaf fannst hundurinn aldrei eða eitthvað var það litla stelpa sem breyttist síðan það breyttist allir bara allir sem voru að þinni það breyttist allir nema fréttakonan, hún var dregin í burtu myndir endaði þannig og mér minnir líka, er það ekki coverið á Quarantine? Jú, ég held það svona eitthvað night vision dæmi hún eitthvað svona já, eða er það ekki bara close-upið hann í minningun er þess að hún sé hrædd já, kannski það er svona lúms hvað spoilar lítið að þú veist bara ekkert já, kannski, en þetta er svona svo hallast þegar maður er búin að sjá myndin og maður er bara að byrja okkur gerir þetta en líka í REC það var fucking scary sko má segja fucking já, maður blóðið svo vilt það var motherfucking scary sko lokaður í REC já, ég man alveg því að ég sá hann ég var hræddur sko horfðu við ekki á hann í fyrsta skipti ég kallar hann heima hjá mömmu og pappa og ég man ekki gerði svona sko ég held fyrir og horfði ekki um putan já, við minnir, var þetta ekki þetta var ég, þú og Jónas allavega, ég horfði með Jónas líka og ég man bara þegar það var í gangi það aðri, maður sér eitthvað ógeð og ég held líka að þetta sé leikari eða leikona, sem er alveg fyrir eitthvað hóruð sem leikur eitthvað svo auðvitað með eitthvað make-upi þetta var ekkert eitthvað svona CGI dæmi. Nei. Og hún er eitthvað svona í lokin svona nætusinadrið og hún kemur eitthvað, hún er svo ógeðsleg með minn líka var hann ekki eins og einhverjum slegju. Þetta virkur svona eins og grandpa pants já, þannig hvítar svona ógeðslega skít og svona gamla nærbuxur. Hún ekki að draga exo eftir sig, hvað var hann að draga eftir sig? Jú, hann var þetta ekki Hamar? Já, Hamar. Já, það reyndar alls ekki 2-3 ár síðan sjávarmynd síðast. Já, en hún er helviti góð. En það, að þú varst að tala um Ring á hann, Ringu, það þessi 2 atriði, þegar hún klifur í gegnum sjónvarpið þarna í brunninum og þetta sem við höfum verið að horfa nokkri saman í kjallaranum í Neðstabergi og ég hef dáið. Ég hef öskrað. Við líka horfum á Ring, þá voru held í 7 saman. Já, ég marg hvað ég satt. Það var opið inn í herbyggið þitt fyrir aftan mig. Ég var alltaf enda. Þannig að þú veist, ég fullorðið maður. Ég verður ekki, þarna voru við bara í FB eða eitthvað. Maður verður ekki hræddur. Við verðum svona 17-18. Come on, ég var skítræddur. Og svo þurfti ég að keyra heim. Ég var fucking hræddur. Þetta fríkaði mig út. Hvers oft verður maður hræddur að horfa á bíómynd? Eins og barn. Þessi 2 atriði, þetta eru einu 2 atriði sem ég man eftir, ég hef bara öskrað. Já, besta við það þegar þú sér ég vildi að þetta stoppaði. Já, þegar þú sást REC þá var þetta eldri. Já, hún er 2007. Já, það ég held fyrir og horfði ekki um puttana, ég vildi að þetta myndi stoppa. Það var svo gamla trikki þegar
Nei, ég gerði það ekki með svona þessi voru, ég haldi ykkur frá mér bara ekki koma nálægt mér. Já, það er ógeðslega gott það er til þess með rek þú veist, það er hún komur ógeðslega óvart með bara að því að sko, ég held að þetta er bara önnur, ég held að það sé bara Blair Witch og svo þessi sem ég sá sem found footage svo komu þetta út Paranormal Activity er það ekki setna það? Eftir 2007, nei, er það? Ég man allavega ekki eftir allavega þeir eru búin að gera 8 þannig eða eitthvað já, það er svona já, fyrst var alltaf læsand ég man það ekki en oftast er ég, mér er svona found footage mér finnst þetta ekkert spennandi, mér finnst þetta svo mikið gimmick gerðu þið bara eitthvað góða mynd og REC er alveg spennandi já, en REC finnst mér líka fyrir utan Blair Witch er fullkomin sem svona og var bara kom ekki 99 eða eitthvað jú trendsetter í þessu en eins og með REC þú veist, sko, handriti kallaði á þetta já, einmitt þú gast einhvern veginn ekki að því að fréttakonan er aðal karakterinn svolítið í myndinni já, og þú veist það er svo viðtölu fólk og það er svo geðið gimmick að slökka bara og kveikja á kamerunni já, einmitt sem kleipipunktur, skilur við já, einmitt það kemur rosalega vel út í þeirri mynd og hún líka alveg brútal mér finnst líka þó hún hefur verið tekin upp á hefðbundin hátt þá held ég samt hún hefði verið góð en það er líka svolítið töff hvernig það fyrir svona hægt og hægt yfir í þau farið að herra upp í húsinu já. Svo endaður á hæðinni þar sem kemur hún í ljós bara það var eitthvað svona djöfla dæmi og það var eitthvað svoleiðis minnum með lögregla já, einmitt og maður sér alls konar myndir og eitthvað svona kross og eitthvað í íbúðinni og svo þetta klassist svona eitthvað spánverður að döbba eitthvað svona þú veist, lækna það gerir það engin meira creepy maður. Nei, nákvæmlega, já, einmitt, hún fann held ég eitthvað svona upptöku í lokin. Þetta minnum á bara Evil Dead lesturinn bara. Já, einmitt. Necronomicon. Já, sem við gegja. Það virkaði svo ógeðslega vel og náttúrulega þetta lokaatri hefði ekki virkað nema hún var með kameruna. Við vorum þarna. Það var pointið, skilur við. Mér finnst líka með þetta lokaðri, ég hugsa ef ég þurfti að gera eitthvað lista yfir svona best heppnuðu lokaðri í bíómyndum, ég hugsa þetta færi mjög ólega mér. Já, einmitt. Af því hún var, öll myndið var mjög fín, alveg bara svona, alveg solid mynd, en svo kemur þetta lokaðri, hún setur hann alveg á annað level, fannst mér. Algjörlega, ég samla. Og það er svo gana þegar myndin á að gera það er frekar sjálfgætt, sérstaklega finnst mér svona hryllismyndum. Hryllismyndum dett oft niður í alveg lokin. Já. Það er ekki svolítið sammála því. Jú, algjörlega. Að reyna að vera eitthvað annað en það er bara já og líka bara að því oft til þess að horfa draugamyndir eða eitthvað þá er það búið mjög spennandi og svona þú fer ekki að sjá eitthvað svo þú fer að sjá eitthvað í lokin þá er ekkert einn skeri en þarna var þetta í REC þá fyrst að sjá líka bara eitthvað alveg nýtt að því þetta frík þannig í herberginu eða íbúðinni það var ekkert búið að vera í myndinni nei það var eitthvað svona eins og zombie eða eitthvað bara endakall já það var svona endakall en sem var virkilega skeri og þar komum við líka ná það sem ég nefndi við Snorra þegar við tókum við saman að það er ekki tölvugjert ef þetta er tölvugjert þá er þetta ekkert spennandi ert þú eitthvað hræddur við eitthvað teiknað? Nei, en eftir ég sá REC og var hræddur, ég held ég ekki hræddur sko ég get ekki staðist það ég myndi ekki halda það en þú veist en bara ég vil frekar eitthvað svona make-up nei, auðvitað er ekki hræddur við eitthvað teiknað nei, fattar hvað tölvubrellur, þetta er bara teikningar hitt er leikið ef hann hitt er með, ég vil það freka að fá eitthvað svona búninga, brúður með þessa frekar heldur en eitthvað svona tölugjert. En já, hún er hreikalega góð, REC. Ég hugsi ég myndi setja hana mjög ólega hjá mér yfir svona góða hryllismyndir sem ég séð það síðustu 20 árin. Já. Myndir ekki setja hana ólega? Jú, algjörlega. Hún kemst örgulega alveg 10 hjá mér, top 10. Er Descent nummer 1 hjá þeirra? Já. Að það? Já. Kirkaði rétt. Það er besta hryllismynd sem ég séð bara frá alltaf tíma. En, aftur, 4 leikarar fyrir utan eitthvað svona 1 læknir og maðurinn og eitthvað svona. Fáið leikarar. Það er svo brilljant með einfalda, þú veist, ekki minnskjálf mig, handritið er juicy, en þetta er samt bara svo einfalt. Þetta er bara með eitthvað 4 karaktera, litrika karaktera með líf. Ég þól ekki karakter sem er bara svona, sem er bara eins og orð á blaði. Þannig að, já, það er bara svona smá hliðar til að giska hvað það er upp á alls. Já, ég myndi alltaf setja hann nummer 1. Mér finnst hún alveg klikkuð. Það er líka ekki langt sem ég sá hana. Ég veit ekki eins og hvað væri nummer 1 sem er. Ég set hana alltaf mjög ólega. Af því mér finnst hún hafa allt, ég vil bara stuttlega að segja að þú spyrum út. Mér finnst hún alveg hafa allt sem mér finnst þurfa einhverja góða hryllismynd. Hún er alveg skeri, hún er með skemmtilegum karakterum, þetta eru bara einhverjar
Já, var þetta ekki 4 og 5? 4 konur. 4 og 5, 6 konur? 4 og 5. Heldur að vera 5. Cool karakterar, mér finnst það skemmtilegar og gott handrit, góð saga, hún er líka brútal. Já. Það er alveg ógíslegt þegar það er að berjast við þessi dýr, þessar verur inn í þessum helli. Hún endar ekkert vel heldur. Endar ekki vel. Þetta held ég amerísku útgáfan. Já, ég ætla að segja, er ekki amerísku útgáfan? Ég nenni ekki að sjá hana. Svo gerði þeir nummer 2. En endar amerísku útgáfan í bílnum eða? Ég veit það ekki. Nei. Ég hef ekki séð amerísku. En ég veit að hún endar ekki sama stað og bresku útgáfan. Nei, einmitt. Og bresku útgáfan endar alveg fullkomlega. Þú veit, er það vangið að breyta endin? Er það fyrir barnamæli eða? Það fannst það vera eitthvað svo oft dark endir og eitthvað. Og svo gerði þið framhaldsmynd. Ég ætla aldrei að sjá hana. Bara í mínum haus þá er bara Descent 2 ekki til. Já, fórum aðeins útræðnið, það er svo alltaf leið. En viltu eitthvað bæta við rekk ef við fara að kíkja á plattform? Já, tökum plattform af því að við höfum aldrei rætt þá mynd. Nei, hún gerir fyrst. Ég sá hana bara í fyrra dag eða eitthvað. Aftur, af því að þú sagði mér að horfa á hana og ég vissi ekkert, ég sá ekki trailer eða vissi ekki neitt. Okkur fannst alveg góð hugmynd að því við vorum að ræða hvað ætlum að tala um þessu podcasti og þú varst að tala um svona myndir sem komið þér á óvart. Og líka aðgengileg mynd á Netflix. Einmitt á Netflix. En þú talar einmitt að þú vildir hafa kannski fjallum ykkur myndir sem komið þér á óvart. Já. Og svo vildi bara til að þetta voru margar spænska myndir. Já, einmitt. Þannig að okkur ekki hafa þá bara eitthvað svona þema, spænska myndir. Einmitt. Og þá einmitt að mér í hug, plattform og ég er mjög forvitin við erum ekkert búin að tala um hana. Nei. Hvernig fannst þessi mynd? Sko, ég nefnilega, þetta er eitt af þessum myndir sem ég veit það ekki. Okay. En, sko, þá ætla ég að koma inn á eitt sem vorum að ræða á hann. Þetta er spænsk mynd. Hún var ógeðslega hröð. Dialogið var svo ógeðslega hratt í byrjun að það var oft sem ég þurfti að spóla tilbaka. Þannig að ég náði einhvern veginn ekki tempón. Ég var bara, vá. Og þá sagði Silja einmitt aftur, horfðu bara á hana með ensku. Bara, nei. Ég ætla ekki að gera. Þeir hefði ekki verið búið í podcast og gert það. Nei, bara vonandi ekki. En ég þurfti alveg ofta að spóla tilbaka. Og náður ekki að lesa texta, þetta alveg það? Já, þú veist, það var bara svona, þú veist, að því ég var að reyna að fylgjast með myndinni og hérna... Fannst þeir tala bara svolítið hratt? Já, þú veist, já. Svona þegar þú segir það. Fyrst, sko. Og fyrstaklega að þetta er, sko, hún flakkar tíma, þú veist, hérna, ekki mikið, en þú veist, við fáum aðeins að kynnast, hérna, Eða eitthvað að tala um hvað hún eða eitthvað bara... Ég hugsa sér margir búin að sjá þessa mynd. Vakti alveg athygli og líka þetta er á Netflix og allir á Íslandi eru með Netflix. Já. Ég held að þessi flesti búin að sjá þessa mynd. Já, einmitt. Hún fjallaði, ég get svo sem alveg sagt það, fjallaði bara stuttum máli mann sem fer sjálfviljugur í... Þetta er fangelsi. Það sem ég ætlaði að vera að segja. Er þetta ekki kallað fangelsi þó að þetta sé ekki fangelsi? Ég heldur kallaði ekki í myndinni, ég kallaði bara eitthvað The Hole. Já, þetta var ekki, það var bara málið. Það sem ég fíla, það var ekkert að vera að mata þig. Nei, þú þurft svolítið að búa sjálfur til. Já. Bara, ok, hvað er í gangi í þessari mynd? Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki eins og tilgangi með þessu, sko. Nei, það kemur líka raunin ekkert fram. Nei. Já, hann sérst fer í þetta hálfgerða fangelsi, sem er svona eins og já, við veitum ekki eins og er þetta törn niður í jörðina eða er þetta bara svona stór bygging ég hugsa þetta að fara niður í jörðina en þetta er á mörgum svona levelum með mörgum hæðum og efsta hæðin er hæð 0 svo fer alltaf sem rugglaði mig að vísu svo rugglaði þig ég bara, allt í hennu bara verið bara þau voru byrjuð á 47. hæð eða eitthvað já, fyrstum að fara að sjá hann man ekki alveg hvað hæða var ég sá þessa mynd fyrir mitt þegar hún var nýja á Netflix í þessi 2-3 mánuði síðan cirka og ég horfði strax á hana og ég var mjög hrifin af þessa mynd já, ég ætla að klára að segja hvað hún er og þetta er sérst á nokkrum hæðum og á efstu hæðinni sem er hæð 0 það er sett matur, alveg bara geðið flottu matur á svona liftu og þessi lifta gengur í gegnum alla klefana það er svona gat í miðjun öllum klefum og pointið með þessu er að ef allir borða bara þessi þurfa að borða þá á þessi matur að duga fyrir alla sem er í fangelsinu sem kemur samt svolítið seint í ljós að það sé point, þetta er basically bara hérna, þetta er bara helvíti já, þetta er bara basically hierarchy, skilur þú veist efstur já, þetta er bara stéttaskipting einmitt, þetta er bara svona ádælað það þetta er bara klálega ádælað það og þeir sem eru neðstir in the food chain, þeir fá bara ekki neitt nei og þú veist en mér finnst það alveg töff í myndum þessum er pæla svo mikið ykkur svona hvað er myndin nákvæmlega að segja og eitthvað
og ég pæli meira í, er þetta góð saga, er þetta skemmtileg karakter, er bara gaman að horfa á þessa mynd, en mér finnst líka gaman þegar ég sé svona mynd, þar sem hún að segja eitthvað, og þetta svolítið svona, þetta svolítið svona on the nose, þetta svona áberandi, ok, þema í þessari mynd, græðgi, kapitalismi, stjættaskipting og svoleiðis, sem svo sem allt í lagi, en það sem mjög skúlaðan þeir ná að gera áhugaverða mynd út frá þessu, hún minnir mér rosalega mikið á 2 myndir. Ég veit alveg hvað myndir þú að segja. Ég held að þú vitur aðra en ekki hérna. Ok, má ég segja hvað myndir hún minnir mig á? Svo ég segi, Cube? Das Experiment? Nei. Víst. En góða punktur, það líka komið. Nei, hún minnir mig á Cube og Irreversible. Ástæðan minnir mig á Irreversible hún ekki til sambandi við beint þemað eitthvað svoleiðis og ekki eins og lúkið. Það bara hvernig mér leið að horfa á þessu mynd. Af því að mér leið eins og Irreversible sem ég veist var algjört masterpiece. Við horfum að hana saman líka, ekki? Þú sást hana ekki? Jú, ég sá hana fyrir löngu, sko, ég man ekki. Mér finnst hún ógeðslega góð. Mér leið svolítið svona svipað. Bara hvað getur verið mikil mannvonska. Af því mér var stað líka verið í plattform. Ég finnst alveg bara að setja fólk í þetta fangelsi og það alveg mannátt í þessari mynd og hún alveg brútal. Já. Og mér finnst það, og hún myndi mér svolítið á Irreversible að því leyti til að hún óþægileg, hún brútal, sýnilega bara svolítið hvað maðurinn getur verið ógeðslegur. Já. Það líka svolítið í Irreversible og minnum á Cube, kannski eðlilega, það svona mynd það sem eiginlega bara næstum með 1 set. Já, einmitt. Og gerist eiginlega bara einu stað, er samt spennandi. Mér veist að ná að gera hann líka alveg spennandi, mér veist mjög áhugaverð. Mér veist áhugaverð að sjá hverja reglurnar eru, að þeim refsað ef þeir halda eftir mat. Já, einmitt. Þú veist, þeir með að borða eins og þeir vilja, en þeir með ekki taka af lyftinu rauninni og geyma, þá þeim refsað. Það virti þess að eitthvað var að fylgjast bara með því, þetta var ekki eitthvað svona vikt eða svona. Nei, það er svona að vera eitthvað kamerusystem. Sko, já, ég er ekki að pröfuna þú, en mér fannst alveg, mér langar að horfa á hana aftur bara, ég veit ekki, ég skildi ekki, hann volonteraði sig fram til að fá eitthvað diplóma og ætla að vera hann í 5 mánuði, eða 6 mánuði. 6 mánuði, já. En svo var herbyggisfélaginn hans, sem var gamlega hann drap ykkur. Já. Og hann dæmdur 1 ár. Hann var í fangilsi, hann fekk að velja, held ég að vera inn á okkur geðsjúkrahúsi bara, forever eða eitthvað, eða verið 1 ár þannig. Hann valdi þetta. Ég held hann ekki valið þetta, hann hefði vitað hvað það var. Nei, þetta var líka... En svo er þetta sko, þú varst í einu klefa á 1 hæð í mánuð, svo sofnaður í gasi eða eitthvað, og vaknaður einhverstað annars staðar. Og ef þú vaknaður neðarlega, þá bara sturlaðist og drafst herbyggisfélaginn eða eitthvað, menn var að henda sig, það var gat í miðjunni, og þar kom lyftan. Hvernig kom lyftan niður? Já, svo líka það er fyndið, því ég var að undirbúa fyrir þetta podcast, þá var ég að lesa mér aðeins til hana og svona, og þá var eitthvað komment að mynda á bara einhverju YouTube-klippu, bara hvernig færist lyftan upp og niður? Ég hafði ekki svona pælt í því. Það ekki? Það var svo... Ég vissi að þú hefði pælt í því. Já, þú veist, það var svo augljóst, sko, hún bara flaut, sko. Já, það var engin teinar... Ekki, nei, þá hefði ykkur getað klifrað upp og niður. Já. Þannig að þeir voru í svolítið, þetta var svolítið svona, þeir voru í klandri, þeir sem voru að gera þessa mynd, hvernig ætlaðu að gera þetta, án þess að þú getur nýttir það, að þú máttir ekki geta klifrað. Nei, en þeir hafa væntanlega tekið upp með einhverjum... Mér er alveg saman hvernig þið tókið upp. Ég er bara að pæla, þú veist, hvernig þið útskýra þeir hvernig það hefur virkað. En svo er líka eitthvað svona pælinga með það að drónar. Þetta hafi bara verið helvíti. Já. Þú veist, það eru 333 hæðir. 350. Er það? Já. Er það alveg klár því? Já. Að því ég var að lesa á netinu að það eru 333 og 2 fangar á hverja hæð sem er 666. Já, sko, þeir stoppuðu nefnilega undir lokin á 333 þar sem barnið var. Svo svo faraði neðar. Endirinn nema hann hafi bara einfallega verið dauður þá. Já, svo er líka það. Maður getur kannski túlkað þetta eins af vegu. Já, einmitt. En mér fannst alltaf alveg töff eins og í lokin þegar hann og svartingurinn, mann ekki hvað hann heitir, hann heitir svalur, svo þetta klikkaði. Já. Hann er alveg hardcore. Þegar þeir fara niður, það bara verja, þú veist, bara deila út mat á réttlætan hátt. Mér fannst það alveg spennandi. Já, mér fannst þið svolítið svona
Já, ég Þú veit ert ekki srefin. Nei, af því að mér fannst þetta sko ef þú vildi sleppa þann þú veist, gæinn var hérna með reipi og vildi klifra upp og eitthvað svona þessi hérna félagi hans Já. en okkur prófaður ekki fara í þessa lyftu af því að það var alltaf einhver stelpa, einhver kona sem var drepandi fullt að liða að fara hann upp og niður Sem var leitað að stelpunum sinni. sem þýðir að hún hefur alltaf farið neðst og skotist svo upp. En er það svo? Já, ég meina hvernig að alltaf, hverjum einsta degi fór hún niður. Allar niður? Já. Já. En heldur hún hafa alltaf komist allar niður? Að þú sást þess að þegar þeir fóru, Já. strákanir, kallinir, þeir þurftu að berjast við fólk eins og myndu mat og svona. Já. Og ef fyrir ykkur kona, er henni kannski ekki bara kift inn á okkar hæð? Já, henni var nefnilega haldið líka í nokkar dagar. Já. Og ég bara pæla að þú veist, hún var líka morðingi og hún var að drepa fólk líka þarna. En minn, hún kemst bara með það að fara neðst niður og skjóta sér upp, sko. Hún kemst ekki þessu upp. Jú, gösuð, sett á aðra hæð. Já, hún er alltaf gösuð og sett á aðra hæð, það er það sem ég er að segja. Já, en Fattar hvað við? Hún er kannski verið í lyftunni, komist niður 50 hæðir, svo lendur hún í einhverjum gæja, þarf að berjast á hann, drepur hann kannski, fattar þau? Svo líður bara þessi mánuður að ég túlka það alltaf þannig, að hún var alltaf að reyna að komast, að því ef hún hefði komist niður, ef hún kemist alltaf gegn alltaf hæð, þá hafði hún fundið stelpuna. Var hún kannski alltaf að gerði hún þetta bara einu sinni í mánuði? Ná, hvað heldur það? Nei, er það ekki rökin þín, skilur við? Að hún fór bara niður eitthvað staðar Nei, ég er að tala svo beðið eftir að vera gösuð til að fara upp. Nei, ég er að segja, ef hún fór niður, sem hann að fara niður á hæð 200 og svo sjá hann að setna á hæð 40. Ég er ekki að segja hann að tekja liftun upp, hún er kannski gösuð á hæð 200. Einu sinni í mánuði. Já, einu sinni. Það er það sem ég er að segja. Já, svo er hann farið kannski á hæð 40. Já. Svo reynir hún að leika leikinn aftur, þá kannski kemst hún á hæð 150. Já. Að við vitum ekki alltaf hún hafi komist á botnin. Að því ef hún hefði getað farið allar hæðinar, þá hafði hann væntanlega fundið stelpuna. Já, ég skildi, en hvað kannski tók hann á mánuð. Það kannski tók hann svona langan tíma. Að fara niður? Já. En hvað var til þess að hún stoppaði á hæð 150 til dæmis, ef þú segir það? Eitthvað sem tók hana. Og hélt henni bara? Já. Og líka maður sá alveg að þetta var alveg shady fólk hana. Fannst þér? Þetta eru ekki allt endilega fangar. Nei. Og svo líka eitt, þú er búin að vera hana í þessu helvíti. Þú verður bara strax, held ég, algjör nöttari. Já, ég fíla líka að maður sá breytingun á honum hérna. Göring. Já. Algæðin. Já, það var svona bara, byrjaði bara að lesa okkar bók. Ég líka fór að hugsa, því ég var að hóra sem þetta, því mér varst líka töff, maður fór svona að hugsa þess, ok, ef ég væri í þessum aðstæðum, fyrir mér er þetta bara eitt af versta sem ég geti verið í. Fyrsta læri svo matundur að ef ég hef ekki verið á fyrstu 3 hæðanum, þá er ég bara stokkið niður. Nei, af því að þetta er svo mikið helviti og þú veist, með einhverjum psycho, væntanlega, á hæð og eins og mér var gamleikallinn skemmtilegur. Já. Hann var svo ógeðslega klikkaður. Svo bindur hann niður. Já. Og hann bara hreinskilur við það. Segir bara, þú átt að vera tjúlast, þú átt að vera ráðast á mig. Þú ert yngri ég, örgulega sterkari. Ég ætla bara að binda þig niður og borða þig. Á hvað hæð voru þið þá? Þá voru þið komin minnum á hæð 200. Það var eitthvað fáránlegt. Hann hefði bara neðst fara á hæð 134 og þá drap hann félagis, væntanlega. Já. Þannig að þetta er ekki svona skemmtikarður, þetta er ekkert gana fyrir en svo kom kona inn í þetta sem var að vinna hana og af hverju anskotar kom hún á það? Þú veist nú maður það ekki. Nei, hún bara voluntarily. Var það ekki eitthvað í sambandi við, var hann ekki eitthvað veik með krabba með? Jú. Hvað var það? Já, hún var með eitthvað ólæknandi krabba með. En af hverju ættir að vilja fara þangað? Hún fekk eitthvað, pening eða eitthvað. Nei, ég held að hennar point hafi verið líka að reyna að koma þessu hún var alltaf á rationa, þú bara segja borðið bara þetta og þetta og þetta. Já, einmitt. Þetta að reyna að láta virka, af því að hún var búin að vinna henni mörg ár á þess að vita nákvæmlega hvernig það virkaði. Já, og hún var svona fighting the good fight. Hún vildi í rauninni sína fram á það að við getum alveg lifa í sátt og samlindi, við getum deilt mat. Já. Það er ekki verið eins og endar þess að græðki. Ég skil það alveg, mér finnst það alveg töff pæling, en mér minna að hún hefði komið, var það ekki, en mér finnst það svona, tengdist eitthvað krabbameinu.
Já, Ekki með eitthvað svona krabbamein. Já, ég heldur að hann bara var með ólækni krabbamein og hún bara vilja, þú veist, vinna þennan bardaga, skilur. En nú okkur að hlæja, okkur hlusta á þetta bara hvað þessi gaur að gleyma. Jú, hún var með krabbamein, hún sýndir hún var með svona húðkrabbamein. Já, það ekki, hún var með eitthvað svona En sár. Á hvaða hæð var það sem hún hengdi sig? 250. Það var frekar neðarlega, en var það ekki þegar hún kom með hundin að sér? 300. Jú, hún hengir sig, veitu, sko, ástæðan fyrir að, sko, ég ætla líka að spyrja því, af hverju heldur hún að hafa hengt sig? Var hún ekki það bara að missa hundin sinn? Heldur hún að hengt sig á því? Ég var að spyrja. Nú þú ketti. Já, ég myndi kannski ekki hengja mig Það vonlega ekki. Deyja. En var það ekki eftir að hún misti hundin sinn? Jú. Hann ekki drepinn að borða það? Hún drap sig leið og hún gössuð og hún vaknaði upp í herbyggi 304 eða eitthvað. Já, hún bara haldið bara... Já, ég held ég veit það. Ég meina kenningu. Þú verið kannski eitthvað hlæja okkur. Ég meina kenningu. Hún segir við Göring, ég maður rétt. Hún segir, það 20 það sem hún segir. Hún segir í fyrsta lagi, það enginn undir 16 aldri. Hún segir það. Já. Ég held hann ekki að ljúga, ég held hann ekki vita það. Já, en því stelpan sem við sjáum í lokin greinilega yngri en 16 ára. Svo segir hún, það bara 200 hæðir. Það nefnilega það sem ég heldur hann að hengti. Hún bara, what have we done? Já, dæmi, og hún hugsa líka þegar hún endar á hæð 300 eða eitthvað. Ok, hvað þetta? Hvað margar hæðir? Ég held hann hafi líka bara, þetta verður bara svona, ég tók þátt í þessu að því að hérna, ímyndun á hérna, gæjanum fór að segja hann að hún hefði hengt sig til að gefa honum að borða. Já, hann getur þá borða hana. Já, ég held að það. Þú veist, ástæðan fyrir hún hendi sér ekki niður eftir að skilja eftir mat að handa honum. Það getur vel verið, en ég held að hann hefði bara klálega hengt sig af því að hún bara hverju var ég að taka þátt í? Já, því að hún... En ég ætla að þú sagðir með barnið hana. Ertu alveg vissum að það hefði verið real, eða? Nei, svo líka það. Sumir segja bara að það hafi ekki ekta. Ég held að það hefði bara verið hér, sko. Aha. Já. En heldur þá í rauninni hann að dáið í lokin og það engin skilabóð sem fara upp? Já. Að því svo fyrir ég að hugsa, hver eru skilabóð? Þú lifir ekki þetta G-force af, sko. Það líður yfir mig bara í bíl. Já, mér þetta skýstu. Já. Þetta var að taka af hausa, sko. En barnið var kannski búið að lifa þarna í þessu ógeð tíma. Barn var ekki þarna. Á hæð 333. En heldur það að því að hún segist vera að leita barninu sinu? Já. Það var bara að vera psycho, sko. Já, ég held það fyrst. Ég var bara, ok, hún bara eitthvað klikkuðs. Hún veit ekki, þetta barn ekki til og á ekkert barn. Hún líka segir það, kona sem kemur í fangið sem minnir mig. Já. Og hún segir, hún hefur aldrei átt barn og það enginn undir 16 ára aldrei. En svo sjáum við í lokin þessa stelpu. Fyrst ég einmitt horfði á hana, ég hefði bara séð hana einu sinni, þá einmitt hugsaði ég, já, hún ekki ekta. Já. En svo þegar maður sér hana fara upp, eftir mér minna það alveg skot af henni bara einni, ekki með Göring. Einmitt. Eða Göring. Og hún fer bara upp, af hverju þetta að vera með það ef hún var ekki til? Einmitt. Ef þetta var bara í haustum á honum. Good point. Og mér finnst líka alveg cool ef að það eru skilabóð, ef hann vil senda þau skilabóð til fólk sem uppi. Það væntilega ekki hugmyndum nákvæmlega hvernig þessi staður er. Þetta er alltaf betri skilabóð heldur panna cotta eða hvað sem var. Ég skildi það alveg. Mér finnst það segja, þetta er alveg sterk skilabóð ef að eitt svona réttur kemst óáréttur í gegnum allt þetta rögg. Hver eru skilabóð? Skilabóðin eru, við erum ekki dýr. Það er alltaf að tjónka við okkur. Ég túlka alltaf þannig. Við getum alveg, við viljum verið góð innan geðslappa. Fattur þau? Ef ég hef alltaf verið að matræða þetta, það kemi bara heil, var þetta ekki panna cotta? Kemi hann heilu, ég myndi check it. Ok, alltaf, þetta var hún. Hefur bara sett það í næstu ferð. Ég hef ekki endur nýtt að það er ógislegt. En ég get sagt þér eitt, þeir fá þetta panna cotta, ég man ekki að hæði 50 eða eitthvað. Og það fyrir niður 300. Nei, það hæði 6? Nú, já. Okay. Þeir voru á 6, já, auðvitað. Og þeir hitta gamla mannin. Börðu alla, þeir byrja á útilega hæði 50. Já, þeir hitta eitthvað svona gamla svarta mann. Hann segir, þetta eru skilabóðin. Passi þetta panna cotta. Er það ekki rétt sem er? Jú. Nei, hann segir bara, sendið skilabóð. Já, sendið skilabóð. Þá kemur kallinn og segir bara, þetta. Já, ok. En þá, ég man ekki á hvað hæð það var. Þegar svarti gamli kallinn. Það er bara að vera á 50. Já. En þeir fara allan með panna cotta alveg niður á botn. Já. Ég hef ekki treyst sjálfum mig fyrir þessu að þetta er desert. Þetta er að fyrsta sem ég... Gæi var líka búin að garda til þess live, hann ætlaði ekki að gefa krakkanum þetta.
og af hverju dó hann? Svarti? Já. Hann var stungin og eitthvað. Já, það var bara allt í blóði allt í henni þegar hann rankaði við sér hana. Eða annað. Göring, já. Sorry, maður fara einu í annað með þetta. Af hverju var Grey Göring alltaf settið til að vakna? Hann var alltaf að vakna, alltaf eitthvað tjúlaði hliðin á honum. Já. Hann vaknaði aldrei fyrstur. Nei. Alltaf eitthvað löngu vaknaði bara. Konan satt og horfði á hann. Hann svaf fast. Hann gerði við fast. Hvað svo hann degi lengur eða? Af því að sko gæinn sem var með hann í lokin, hann virkaði eins og hann var búin að vera á kókaín í 10 daga þegar hinn vaknaði. Bara með kaðal og alltaf að fara að hoppa upp á næstu hæð og eitthvað. Geðveitt glaður. Já, hann var tjúlar. Mér varst ógeðslega töff samt þegar voru 2 á fleikanum berjandi eitthvað fólk frá sér, bara eitthvað passa matinn. Já. Mér fannst það cool. Ég hugsaði með mér bara áfram með aukastrákar. Ég held rosalega með. Það sem að böggaði mig bara upp á myndina að ég fyrst að konan var búin að vera að fara hana niður. Akkur voru ekki fleiri búin að tjekka fyrir utan það, nei, stopp. Kannski hún fór aldrei niður. Nei, hún fór bara, þú veist, þó hún að fara niður eina hæð, skilur. Já. Ef þú ert á hæð 200 í stæðan fyrir að drepa félagið þinn, prófa að fara niður. Eða skýtu upp í því, eða hvað sem að þið gerði hana. Prófa að fara niður. En það er alltaf eitthvað líka á neðstu. Prófa að fara upp. Í staðan fyrir að hengja þig eða drepa þig eitthvað. Já, ég skil það. Leggstu á þetta broken glass og gáðu hvað gerist. En ég held að það hafi eitthvað búin að prófa. En það er ekkert bara, þú fer ekkert bara í liftuna og svo fer það bara upp og enginn er að bugga þig. Ímyndaði fólki sem er á hæð 200. Þú veist, fólk var að éta fólk af það. Já, nei, ég er að tala frá upp. Þú veist, ef þú varst á neðstu hæð til þess. Já, það er sem að segja. Segjum að hún sé á hæð 300. Já, það er rétt þegar. Það kannski var alltaf einhver á liftinni. Já. Hún fór svo hratt, kannski var alltaf... Nei, þú veist, kannski var það þannig. Ef þú ert á hæð 300, ég fatt það. Þú vaknar á hæð 300. Þú veist bara, fuck it, ég fer bara upp með liftunni eða niður. Ok, neðsta hæðinni, bara 300 eitthvað. Og þú ferðu upp. Leiður konu á hæð 320, 310. Þú veist, hækkar alltaf. Já. Það er fólk þar. Það hækkar, þetta skýrst upp, sko. Nei, fyrir ekki, já, fyrir ekki, já. Þú veist, það er enginn að fara að grípa þetta. Það er hægar þetta fyrir niður. Já, það er hægar þetta fyrir niður. Já, ég var hugstuð af þetta. En ég myndi að halda svona fyrstu vikun. Klippið út og ég hljóma að heimskulega. Fyrstu vikuna hefði sko, ef ykkur hefði bara vaknað, bara, þú veist, hæði 300. Ég ætla bara niður. Ég veist að hefði beðið eitthvað rándir eftir og hefði 330 eitthvað á degi 1. Nei, það er rétt sér. En kannski er það rétt pælingi að það hefur kannski eitthvað prófa að fara upp. En hefur ekki mega, það fór svo hratt. Ég hefði hendi eitt svona. En veistu hvað ég held? Nú man ég þetta samt ekki alveg. Júli, ég hefði að horfa hana í dag hún kom. Var einhver á... Það var enginn á svona 30 síðustu hæðum. Já. Það var alltaf döður. Nákvæmlega. En það var fólk, en það var alltaf döður. Og þá stoppaði hún ekki. Já, en svo ég segi samt eins og þú, það er alveg rétt sér. Ef maður væri á svona stað sem er algjört ógeð og hefur einhver tapa, auðvitað myndum að prófa allt svona. Já. Fara niður, fara upp, þótt að fara að geta hratt upp. Frekar að fara... Af þetta fer hægt niður og svo hægt, hratt upp. Já, ég meina, og ef einhver ætlaði að fara að ráðast á það, bara svona, ég er bara að fara að prófa þetta, sko. If I make it, farð á morgun, skilur. Já, einmitt. Ef þið sjáum aldrei aftur, þá slapp ég. Ef þú heyrir Mjög líka svona töff þegar fólk var að henda sér niður. Það var töff. Nei, kannski ekki töff. En þetta var svona sjokkarandi þegar fólk var að henda sér niður. Alltaf vaknaði minn maður síðast. Hann var að vakna og þá var einhver að henda sér niður. Já. Einhver búin að vera bara, ég trú ekki að sé hana. Hann er bara rétt að, hvað er í gangi hérna? En ég ætlaði líka að spyrja þig, að því að þú fékkst að taka með þér, ekki þú beint, en maður fékk að taka með sér einn hlut. Já. Gamleikar tók með sér hníf. Já. Ég meina, fólk var að taka með sér vopn. Já, en ég fór alltaf, fyrst áður hann sýni hnífin. Já. Og Göring tók með sér bók. Já. Fyrst ég hugsaði, shit, ég hef gert það sama. Bók. Bara eitthvað geggjaða bók, get lesið hann endalaust, leiðist aldrei. Það látið muffin að vera heima bara. Skilur muffin eftir heima. Ég hefði örugglega tekið með mér bók. En, svo þegar ég sá að gamleikar allavega með hníf, þá fór ég að hugsa, má taka með sér vopn. Það er eiginlega má allt hana. Já, en þá sko, segir ég tekið með vopn. Fyrir utan, talandu það að taka með sér. Okkar maður, sem var með kaðalinn,
Harðasti gaurinn í Hann tók bara með sér kaðal. Já. Ha? Og hann var, hans plan var að ég er að fara að sleppa hérna út. Hvað var búin að vera lengi? Hann var búin að vera öllum hæðum, svo loksins var komin að hæð 6, mista hann kaðalinn. Já. Það var alveg ekki klúður. Fannst þér? En ætla hann hefði fengið kaðalinn aftur þegar hann hefði gasað þér? Nei. Bara búin að missa kaðalinn. En það sem ég fór að pæla. En ákveð kom kaðalinn þá ekki bara með næsta matarskap? Það fyrir ekki kaðalinn. En ég fór líka að pæla með kaðalinn. Ok, hann með kaðal. Ég man, þegar ég sá það, ég með brápínu. Rosa kaðal. Svona þekkan kaðal. Þetta var eitthvað svona þess að ég hissa ekki verið akkir með. Þetta var svona þykk, var ekki þykk. Svo hann var svona. Já. Fyrir utan það, sorry, ef ég er að grípa fram fyrir þér, þá var að stoppa. Fyrst að hann tekið með sér kaðal. Þú tók hann ekki með sér stiga. Hvað ruglar það? Já, það er góð punktur. Eða. Það er góð punktur. Ef hann má ekki taka með stiga, hann var alltaf að hnúta á kaðalinn þannig að hún getur svona aðeins. Einmitt auðvelt að kemur upp. Þú kannst tekið með hvað sem er grilla. Algjörlega. En Hvað er með dróna, fara að leika? það sem ég var að pæla. Nei, þú pott ekki mátt taka með eitthvað flóki. Þú er ekki mátt taka með vélbys og 30 magasín. Var ekki fólk að taka með sér byssur? Nei. Sagði hún það ekki í kettlingina? Nei, það hafði nú heyrt Það var ekki með pissu. Amma hefði það kárast. Ég var líka eða með, já, reyndar. Ég hef tekið með mér eitthvað eggvop. En það sem ég vildi segja á það, með kaðalinn, þetta er mjög áður pæling. Ok, hann tekur með sér kaðal. En var sérst búið að útskýra fyrir honum hvernig það var. Greinilega. Og vil það samt fara, hann hefur kannski bara verið Ég meina, hann hlýtur að tekja hann kaða með sér, ekki fann hann. Nei, hann hefur ekki fundið hann. Hann hefur bara sagt, hann hefur spurður, hvað vil taka með þér? Já. Og hann hefur bara fengið hugmyndir frá þeim. Þú ert ekki með bók. Þú getur, þeir hafa bara sett síðast var. Hann hefur stoppað. Settu mig í þessu stöðuna, hvernig er þetta? Það er svona grænt. Það er 3 metrar í loftið. Ok, þá tek ég kaðal. Ok, þú mátt ekki að stiga kaðal. Svona breiðan kaðal. Ég sé fyrir mér Djúður sláturskastur hún Ég sé fyrir mér að leið og hann segir leið og hann segir hann er að drepast Nei, hlustaðu mig. Þetta var ekki klippt úr. Ég heyr á líður. Já, ég er svona að grenja hann í hlæsum. Ok, það sem ég sé fyrir mér. Hann hefur sagt, hann hefur spurt, hvað vil taka með þér? Og hann hefur sagt, heyrðu, ég er ekki að taka með mér bók. Ég er að taka kaðal. Og þá að þeir sagt ok, en við erum ekki með einhvern svaka lager, það er þetta Heldur hann að bara valið úr einhverju hillu. Hann kom bara með þetta heimann. Nei, Já. ekki Að gæinn tók sína uppáhaldsbók. Uppáhaldskaðal. Þeir var að redda þig Er þetta stúpid hugmynd? Heldur þetta ekki verið þannig? Og hann er bara að hugsa með sér hvaða skipskaðal er þetta? Og í hvað lengd er hann? Er það nú langt? Það er sver, já. En allavega, Já. Þetta er góð pæling. Já, en ég hefði bara tekið stiga. Já, en þú veist hversu háan stiga? Ef þeir eru með lager. Og hvernig heldur það að stilla honum? Þvert yfir gatið. Já. En heldur þú að fólki fyrir ofan sé bara já, kottu bara upp? Ykkur voru að hjálpa honum að klifra. Já, það er endur rétt. Bara allir taka þátt. Þú vilt meina það að voru einhverju næs. Ef hann var að hæði 200, þegar þú komin upp í hæði 100, þá var bara 200 gæja með þér. Allir taka þátt, allir komið stigan. Já. Þú vilt meina hann hefur fyrir ekki að tekið svona einhverja tröppu. Nei. Þú tekið Stiga, fyrir bara hérna og yfir.
Já. og dettur into the abyss. Já. En djöfull var hann ánægður að vera sjötta þenni. Kall greið. Já. Ég er ekkert, þetta er eitthvað svona smá djókjum, en samt ekki. Ég fór að hugsa, hvað hefði ég enst lengi hana? Ég hefði ekki enst lengi hana. Ég hefði þurft að vera á... Ég hefði ekki meika að borða mat sem eitthvað búin að fara með puttana í. Ég hefði kannski pínt maður að hefði 200. En veist það, ég er ekki viss. Það 200, það var ekki að borða og það 200, bara gler. Já. Þú réttgast borða og það 46, sko. Já, reyndar rétt. Það var svona fyrstu 50 hæðina sem var svona allt í lagi. Svo var fólk bara standand á þessu, hvað villir menn voru þetta? Já, nákvæmlega, okkur kannski það ekki borða svo bara með puttum. Fór nýjópur og... En hún var að reyna það, konan, setja á disk og eitthvað. Já. Taka með sér hund. Já. Það ekki verið það, tekið gældir. Bara fyrir mat, jú. Ef þetta á svo að vera maturinn minn. Já. Ég hef ekki tekið einhvern snata sem á í grenja svo að því að það var drepinn. En hann þarf að geta líka. Já, hún líka var. Já, þú veist, borðaði ekki heilan dag. Helminga skammti sinni eitthvað, með því að borða ekki og... Já, mér er bara svo skrítið þegar að pína dýrið. Já, þetta er dýra nýð. Ég meina, akkur er þetta pína dýrið með þér? Það er enda rétt. Það er svo, það er búið að dæma í fangilsi. Þá vil ég bara taka mömmu og pappa með. Ég er ekki eitt þarna. Það koma þeim í fangilsi líka. Já, en þú vilt þá meina það að hundun hefði stittin í stundu fyrir að gana bók? Ég hef ekki ógjað hundunum. Ég hef aldrei tekið það með mér, þetta er fárlega. Já. Ég hef náttúrulega bara, skilur við. En það hlýtur samt, fólk hlýtur að hafa vita út af hverju að fara. Það er ekki bara eitthvað, herðu, þessu gamli kallinn. Hún vann hana. Já, og tók með þessi fucking hund. Já. En þessu gamli kallinn, eða bara tekið öðru bylgjóp. Það var eitthvað rafmagnsblögg. Ég veit ekki. Gamli kallinn, hann sá með hníf, sem er ógeðslega skemmtileg sagan sem hann sagði. Há kúl saga. Það bara, ég alveg var húgt á henni. Hann hníf, hann var dæmdur í fangilsi fyrir að drepa eitthvað, eða þurfti að dóa eitthvað og hendi sjónvarpið út úr gluggann. Hann lítur samt að hafa fengið eitthvað svona info. Þetta er ekki bara, búið að dæma í fangilsi 1 ár og taka eitthvað með þér. Hníf? Er það eitthvað sem ég má taka með? En þess vegna held ég að þeir hafi komið hugmyndir. Eitthvað sem vinnaði það. Þegar að tala upp bara, þú mátt taka þetta. Heldur ekki? En þetta er alveg svona random, að því þú fyrir fangilsi, þá fara ekki að taka með vopn. Nei, það ekki. Það varst að búa það til. Já, nei, þetta er góð mynd, sko. Við erum að tala heil lengi um hana. Já. Hún er skemmtileg líka. En það er skemmtilega pælingar inni. Eins og með þetta, ég var geð spenntur, því ég vissi að þú voru að horfa á hana í fyrstskipti. Ég hef geð spenntur að spurja það úti, ekki bara hvernig fannst myndin, heldur líka úti í eitthvað svo stúpid. Hvað myndir þú taka með þér? Hvað heldur þú að ennst lengi hana? Hvað hefðu þú ennst lengi hana? Þú veist, þú verður í mánuð að fyrir hæð. Já, sko, það er alltaf bara maður vil vera ógstlega klefur og segja bara, ég hef bara ennst ógstlega lengi. En á hvað hæð byrja maður? Og hversu lengi maður einmitt, ég hefði aldrei orðið morðingi hana. Ekki, heldur þú frekar stokkið niður? Nei, ég hefði bara verið drepinn. Þú veist, ef ég myndi lenda með einhverjum á hæð 300 og það hefði verið bara ég eða hann, ég efast að ég hefði bara allt í einu bara, ok, ég ætla að drepa hann og hann drepa mig. Ég hefði alltaf vonað bara svona, ok, við hefum ekki bara verið góðir eða. Já, svo er líka það, að ég var að pæla hvað myndi taka það langa tíma að verða bara klikkaður. Að verða það klikkaður að þú myndi drepa. En ég kunna meta eitt sem gamleikallin sagði við Goreng þegar hann var búin að binda niður. Hann sagði, ég snert ekki á teitlíkin. Þegar hann sker hann í búta. Hann segi það. Sagði hann það? Já. Þetta er eitthvað eitt hann segir þetta kynfæri. Ég þurfti að spóla tilbaka. Hann sagði genitals, I will not touch your genitals. Ég kunna meta það. Hann hefur verið þakkláttur fyrir það. Já, verið að skera hann í tættur og drepa hann á endan. En spurningin er... Takk eitt hristing fyrst. Ég fór að pæla, er einhver sem þau byrja á því? Ég ætla bara í Þýskaland þannig að sannsögulega dótið. Hvað skil því? Ég tekur að til líka. Mást ekki þetta manninu sem að, og þetta er sannsögulegt, það var gerð myndum þetta. Maður sem var auglýst eftir cannibalism, bara. Ég auglýst eftir manni til að borða. Kveim bara eitt og mútt borða mig að þú byrjar á tipinum mér. Og hann er einir það. Hann var góður í þeir borðuðu það saman.
Hefur þú séð þetta? Nei, en ég man eftir svona þú segir þetta. Og það er til vídeo þessu, sko. Ég hef ekki séð það. Þú veist, ég veit ekki hvað ég er að gera eitthvað svona, eins og slá inn eitthvað, leitar. Er þú að leita að guðurum til að gera það? Cannibalism. Og þá þá reyndar að býti gegnum til það. Og hann gæti ekki. Nei. En þú veist að skera í mannesku. Þetta er skárra í að live til dæmis. Já, það er geðvitt. Ég hugsaði líka þegar ég var að skera þetta. Mér fannst ekki no real. Ekki þegar ég hef séð þetta. En þú veist. Þetta er samt ekkert raunverulegt í að live. En þú veist, maður veit ekki að það er allt frosið og eitthvað. Já, verðist bara eins og sé að reyna að ná sér í kjúklinga eitthvað. En þarna fannst mér bara, þú veist, þið var alltaf, af hverju ættir að borða skinnið? Þið eru bara að taka skinn. Það var ekkert að vera kratt. Húðina bara. Já. Já, maður myndi ekki éta það. Þeir voru bara, það var bara eins og að vera húðflytja. Já. Skólaði blóðið af, guðan bæn. Og líka hann getur ekki elda þetta. Það er strax skárra. Ég er ekki sem hann getur að borða mannakjöt. En það hlýtur að vera skárra að elda það. En hann var svolítið svo sniðugur gamli og ég skal lofa þér því að það er að hann hefði brent sig á hinu. Hann vildi ekki drepa hann til hann myndi ekki úldna. Já, einmitt. Það er alveg clever, sko. Já, mér veist að hún margir svona punktar í henni. Hún er alveg vel skrifuð. En djúvel var hann lengi samt að byrja á hann. Já, ég eftir ekki tala um að hann gaf hann okkur 8 daga eða eitthvað. Já, ég skil það reyndar alveg. Þú ekki bara byrja bara. Já, af því að hann er ekkert eitthvað pjúra mannætu gaur. Þetta var svona gert í neyð. Nú er ég að fasta. Ég get alveg borðað mann þegar hún sangur í hátteginu, sko. Getur þú ekki beðið 8 daga? 8 daga, nei. En þeir fengu vatn. Já, það var kranið hann. Já, kranið. Fóru að baða sig. Og klósett líka. Það var klósett. Já. Það er nú strax ákveðin friðindi. Þetta er rauninu bara fínt. Þú segir þetta svona. Fínt að vera á þessu. Já. Í þessu fangilsi. En jú, þetta var mjög áhugaður mynd, sko. En mér finnst að því að ég tók das experiment á Cube sem líkingu. Það báði miklu betri, sko. Já. Það sem er langt síðan sást Cube? Já, mjög. Já, hún er nefnilega... Ég er frá 96 eða 98. Já, 96, 78, eitthvað því byrji. Það er ekkert langt síðan ég sá hana. Já, það er ekki góð það. Ég fíla hana. Þetta er cool hugmynd. Hún er ekki við leikinn. Nei. Svo plattformur finnst mér flottari mynd. Já. En sko það sem ég var svo gefið til Cube-jurinn var, þú veist, ef hann hefði ekki gert neitt þá hann bara klára, þú veist. Já, einmitt. Það var rauninni bara... Já, það er bara verið kjör. Já, það getur sloppið. En það sem er líka töff í þessari miða við Cube, mér finnst þessi miklu ógeðsleri. Já. Upp á, ef ég þurft að velja að vera í þessum aðstæðum sem voru í Cube, þessari. Cube allan daginn. Já. Þið borðuðu ekki neitt svona? Nei. Borðuðu ekki neitt? Nei. Þau voru ekkert að lengi það. Nei. Ef við munir ekki. Ef við svo sem vituð ekkert. Nei. Þau borðuðu ekki neitt. Þau voru ekki svona neitt að drekka. Hann var að sjúga hans ekki töflun eða nappana. Ég reyndi alveg að testa það, virka það eitthvað. Haldi eitthvað munnflæðan. Ég bara við kapna bara. Rökk úr henni við. Já, ég mitt. Hann var hann ekki að borða þá. En mannst þetta das experiment eða? Já, var það ekki þýskamyndin? Jú, sannsögulamyndin hana. Fangar og fangilsverðir, sviss eða eitthvað. Jú, almenningu bara. Þú veist, skipti bara upp, þú ert fangið út fangavörður. Þú veist, power-trippið bara, það endur þau að drepa eitt, sko. Já, alveg. Þau bara fangaverðir, fengur það mikið power-trip, bara, þeir bara sturtaust. Já, þú meinar að hún minnir svolítið á das experiment að þetta er svona eins og hálfgeð tilraun. Já, þetta fangilsi. Þetta er bara tilraun að bara... Mér finnst eitthvað cool að hugsa þetta sem bara helvíti. Ég sé alveg fyrir mér að helvíti getur fyrir eitthvað svona að það er til. Já. Frekar heldur en kannski eitthvað að djöfla og eitthvað eldfjöld og eitthvað. Já, mitt. En þú veist, helvíti verður náttúrulega aldrei með hæð 0, sko. Geðvitt, kósi. Nei, það er eitthvað rétt. Bara hlaðbora hverjum degi. En jú, kannski, að því að þú pælir í, er ekki verra af einhverja smávon heldur en enga. Fattar þau? Að þú vissir allavega að það er góðum að þetta efist. Ég hef von að komast upp á 50. Já, ég ætlaði að mynda að fara að segja það, þú veist, í staðan fyrir að vera á 0 og þú veist bara, fuck, þetta er mitt 0, sko. Nú er ég ekki að fara á 0 aftur. Meinur þú það? Það verður að búa með 0-ið. Nei, bara meina, ef þú vaknar á hæð 100 og þú veist að það er von. Já, einmitt. Að því næsta mánuði, þá gætir þú vakna á hæð 3. Akkurat, það er það sem ég að segja, þú veist, ef þú búið með hæð 0 og þá hugsaðu, þú veist, ég er aldrei að fara að vera svona ofalega. Já. Ertu ekki að menna það? Já. Þú veist, þá ertu basically, næstir ég að fara á 50 og svo bara 150. Já. Og svo 100. En svo virðist ekki vera henni reglaði hvernig ferðuðist Það er ógíslegt. Ég er líka að reyna að hugsa Svo eru konur að notum allt, líka. Já, það er alveg fangir sem líka.
það ekki með köll maður er svona haldið að aðskilu. Já, ég meina, maður er alltaf haldið að hérna, þú veist, alvöru ógeðslega glæpamenn, þeir færu bara on the hunt. Þeir væri bara með sinn kaðal. Já, þeir hafa potið gert það. Þeir færu bara niður, við myndum sjá bara hérna fyrir neðan okkur tvær konur. Ég ætla bara að fara niður með eina hæð. Skiptir engum máli, þá er bara enginn af þessari. Já. Ég meina, við vitum ekki, það er potið gerst. Jú, við vitum það. Það er alveg potið gerst í myndinu. Svo bara eins og par á 50 hæðina hana, svo kúkuði á hann. Já, einmitt. Hvað? En svo líka eitt sem ég varst áhugavert er að þeir ferðuðu saman herbergisfélagarnir. Já. Fattar þau? Einmitt. Göring var ekkert settur á 100 og hinn 80 eitthvað svoleiðis. Nei. Það er eins og þeir hafa alltaf haldist þá getur annað deyr. Já. Við svolítið gott. Hvað, ég var að fara að skella botnin í það? Segjum það ekki? Já. Setja botnin í það. Þetta er skellir lás. Skellir lás. Já. Er eitthvað meira svolítið bæta við? Eitthvað svona loka orð? Nei, bara engin loka orð. Sorry, þetta hláturskast sem ég vek. Já. Ég ætla ekki að klippa út það er svo fyndi. Svo er fólkið að ekkert fyndi. Nei. En kaðaldótið er fyndi pæling. Þið þurfum bara að hugsa þess betur um það. Horfðu bara myndina og ímyndið, hvað myndi ég taka með? Myndi ég taka sjúklega þykkan kaðal? Já, þetta hann var ekstra þykk. Það er nóg erfitt að klifra upp kaðalinn í leikfumi sem var bara svona. Mitt. Ég sé að þú hafa góð punktur með að hafa hnúta. Já, það er strax miklu þægilega. Ég ætla að græja það þarna inni bara. Ég hef meikað það. Ég veist það, ég held ég get ekki klifrað. Nei. Ef það hefur hent niður kaðal til mín. Hann var í þessu aðeins betra form en þú. Reyndar. Hann var frekar massaður. Já, en samt búin að vera hann í ykkur tíma. Við veitum ekki hvað hann búin að vera hann líki. Hann alltaf vildi ekki vera hann. Nei. En þú er ekki tekið með bekk eða eitthvað svoleiðis? Ég er bara hvað það að tala um. Það liggur fyrir ljósa bekk. Nei. Ekki bekk til að sitja. Já, það er svona bara first priority. Að vakna hæði 203. Ég ætla með bekkin. Tek bekk í viku á hann í deg. Nei, ég veist líka, ég myndi að ef þú valið það, þeir myndi ekki nenn að flytja það á milli. Alltaf að taka þetta sundur. Það er líka bara svaka vesem. Gas eitthvað 666 fangað eitthvað. Já, flutningur. Já. Þessi á 333, hann er að fara á 1. Damn. Já, hver er í þessu? Eitthvað með betri kaðal en þetta allavega. Svo getur maður fórst að fara að pæla í svona myndum. Þú veist að gana að pæla í eftir á. Líka bara sem er staffið. Það var eitthvað sem þreif herbringin. Einmitt. Þeir hafa bara þurft eitthvað áfalla hjálp. Nei, alveg tala, með allt ógeðið sem var í gangi. Já, ég varst að þetta hafi verið heilt í haustum þetta fólk sem var að vinna við þetta. Örugglega ekkert bara eitthvað bara restingafyrirtæki sem var bara að drífa dögt fólk, sko. Líka bara að fá fjármagn í þetta. Hver er fjármagn og svona? Það er ég meina hugmynd. Já, sást ekki, þetta var bara gúrmi eldús bara. Já. Það var bara að vera hver át að hár og... En mér finnst það líka alltaf töff. Þetta var bara geðveikt flottur matur. Bara geðveikt vandaður. Og allir fikk að velja. Já. Þú veist, hann valdi snigla. Er ekki í lagi með það? Ég held að það nú bara verið til að koma inn í einhvern tímann að enginn borðar sniglan og sniglan hans eru þarna eitthvað. Heldur það? Hann elskar þetta. Já, þetta er karakter, skilur við. Já, ein spurning í lokin. Hvernig mat hefði þú valið? Það er samt alveg góð punktur að velja eitthvað sem að þú heldur að enginn sé að fara að borða þannig að þú getur borðað sjálfur. Skil eitthvað eftir. Allt er étið. Ég myndi velja bara kjúkling, sko. Bara eitthvað easy. Taka eitthvað legg. Svoleiðis. Þú hefði samt valið mat, ekki dessert. Já, ég held að það sé allir í því. Já. Hefði þú tekið dessert? Mér held að mest langar þess að gera það. Ég hef hugsað með mér og ég er líkt að sleppa. Þannig ég vil éta eitthvað gott stöf. En af hverju heldur að hann er þið eftir? Nei, ekkert frekar en kjúklingurinn. Fattur þau? Nei, en hann er samt bara svona plain. Eitthvað bara svona, hérna kjúklingalæri. Ég er ekkert að vera vel eitthvað sérstætt. Panna cotta? Nei, ég er ekkert að vera vel eitthvað sérstætt crème brûlée. Ég er ekkert að tala um það. Bara eitt bragðar. Hvað var í honum? Það var eitthvað kjátt Myndi það standa utan að þið þyrftum að koma staði? Allir búin að smakka. Sæði bara svona 3 putta fyrir onni. Þú er búin að sagða mér, ég tæki mat. Ég tæki kannski hambúrgara. En það er glada. Vilt þú bara kjúkling? Það er ekki sem kryddaður en eitt. Akkur er ekki kryddaður? Svo þetta eldhús? Já, hvað? Bara legg? Bara heilt kjúklingur? Já, þú meina það. Mætti maður kannski velja kalkun?
aðeins meira, Já, fengi mér bara sneiðar kannski, það er rétt. vel bara naut, heilt naut Það var ekki, bara nóg mat fyrir alla ég held að það komum út í allt og hvað ætlaði að gera þetta? Ok, engin lokaorð. Nei, bara takk fyrir að fá mig það var Já. mjög gaman Þetta var skemmtilegt. Skulum ekki hlæja, ef þú nennir að koma sér aftur, þá skulum ekki hlæja svona mikið næst. Nei, lofa því kannski verðum aðeins svona víðara næst kannski svona Þú er svo búin að tala alveg heilin ekki um þetta. já, nei, bara svo fyrir ef einhver nennir að hlusta á þetta þá bara Svo sem nennir að hlusta á þetta frá byrjun til enda, það fær velun fær medalíu. sendum reikningsupplýsingar í leggina Herra, ég segi bara takk fyrir komuna takk hérlega fyrir að fá mig og þið sem eru að hlusta eða horfa, við sjáum kannski næstu vikunni það fengi bara ókjást. Herra, takk fyrir mig komuna. takk